Jæja, komið í sæl. Ég vil fyrir hönd bæjarstjórnarinnar sem forseti bæjarstjórnar setja hana fund og bjóða okkur velkomin á síðasta fund bæjarstjórnar með ungmennaráði á þessu kjörtímabili. Það býður okkur svaka dagskrá með öðru sniði heldur en verið hefur og ég ætla að fá að byrja að lesa þessa dagskrá sem svohljóðandi. Númer 1 yfirferð á verkefnum ráðsins. Númer 2 nokkrir ráðherrafulltrúar ungmennaráðs taka til máls og deila sinni reynslu og upplifun af þeirra störfum sem ráðherrafulltrúar. Númer 3 aðrir meðlimir ungmennaráðs taka til máls. Númer 4 kynning á drögum að breytingatillögu erindisbréfs og síðan það númer 5 sem eru þá svör bæjarfulltrúa og númer 6 opin umræða. En okkur ekkert að vanbúnaði að bara hefja leik strax og ég vil þá bjóða velkomin í pontu þann sem ætlar að tala undir lið númer 1 sem Hermann Borgar Jakobsson. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Hermann Borgar Jakobsson og er varaformaður ráðsins og áheyrnarfulltrúi í íþrótta- og tómstundaráði. Ég vil byrja að þakka ykkur fyrir síðasta bæjarstjórnarfund og ætla að lofa ykkur því að við munum ekki lesa jafn mikið yfir ykkur og það. Ég vil einnig þakka ykkur fyrir hvernig þið gengið í hlutina eftir fundin. Við fengum 5 milljóna króna ráðstöfun á fjármagn sem hjálpaði okkur mikið og erum ennþá að ákveða hvað við eigum að gera við peninginn. Eftir að umsjónarmaður ráðsins fékk aðganginn á mitt Reykjanes hefur upplýsingagjöf og almenn þekking innan ráðsins aukist töluvert. Til dæmis síðustu ár höfum við ekki fengið neinar upplýsingar eftir fundi okkar með ykkur en eftir mitt Reykjanes höfum við fengið allar þær upplýsingar sem við höfum þurft. Ég vona komandi bæjarstjórn mun halda áfram að styðja við baki á ungmennaráðinu og aðstoða okkur við að setja meiri kraft í það flotta starf sem nú þegar í gangi. Nú ætla ég að tala mína upplifun á því að vera áheyrnarfulltrúi og að sitja í íþrótta- og tómstundaráði og mikilvægi þess að það haldi áfram. Ég er búinn að sitja 2 fundi núna og að sitja 3. fundin og síðasta fund líklegast fyrir sumarfrí 10. maí næstkomandi og vonandi fæ ég að fara á fleiri fundi í framhaldinu. Að sitja þessa fundi er mjög mikilvægt fyrir ungmenni í bænum því þar getur við í ungmennaráði komið miklu fyrir inn í ferlið og komið með athugasemdir þau mál sem varða börn og ungmenni. Einnig er mjög mikilvægt fyrir okkur að vera upplýst til að geta verið öflugir málsvarar fyrir börn og ungmenni. Að hafa vettvang eins og þennan til að koma minni skoðun og ungmenna í kringum mig á framfæri er gulls ígildi og verðmætin sem skapast á þessum fundi er ekki metin til fjár. Því segjum við ykkur takk fyrir samstarfið síðustu 4 ár, frábæri bæjarfulltrúar. Takk Kjartan sem er ekki hérna, en hann sér þetta vonandi í vetur og aðstöðuna við að fá áheyrnarfulltrúa í ráð og nefndir. Og ég vil einnig þakka því starfsfólki í Reykjanesbæjar sem hafa komið með erindi til ungmennaráðsins og sérstaklega starfsfólki bókasafnsins fyrir góða móttökur í vor. Þið sem eru að hætta í bæjarstjórn, gangi ykkur vel í nýju störfum og tækifærum og þið sem eru í framboði, gangi ykkur vel 14. maí. Hlakka til samstarfsins næsta haust. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta Hermann. Þá komið að lið númer 2 sem eru upplifun og reynsla nokkurra áheyrnarfulltrúa ungmennaráðs í nefndum sveitarfélagsins og fyrstur byrjar Jón Garðar Arnarsson sem hefur setið sem áheyrnarfulltrúi í fræðsluráði. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Jón Garðar Arnarsson og ég ætla að fjalla reynslu mína í fræðsluráði sem áheyrnarfulltrúi. Á fyrri fundinum sem ég mætti á þá var fjallað ýmis málefni sem voru mjög áhugaverð, til dæmis leikskólamálin og hvað planið er með því. Mér finnst líka mjög gaman að sjá að hvað fólki í ráðinu er vel mannað og hversu áhugasöm þau eru starfið sitt. Eins og til dæmis þegar við vorum að ræða leikskólamálin, það var mjög gaman að sjá hvað þau sem sáu þau mál hafa mikinn áhuga á því. Einnig vil ég líka koma framfæri hversu vel var tekið á móti mér inn í ráðið og lítið á mig eins og alla meðlimi. Mér finnst líka mjög mikilvægt að hafa okkur í ungmennaráðinu sem áheyrnarfulltrúa í þessum ráðum því þegar mál sem tilheyra börnum eða ungmennum koma upp þá eru við á staðnum til að koma með lausnir sem fullorðnir einstaklingar myndu ekki koma með.
Eins með til dæmis á síðastliðnum fundi sem var haldinn þá að tala skólaforðun og þá getum við aðstoða fræðsluráð með lausn á því hvernig hægt að byrja á því að koma krökkum aftur í skólan. Ég hef mikinn áhuga á skólamálum og myndi vilja halda áfram fræðsluráði og því vona ég að það verkefni fái að halda áfram. Takk kærlega fyrir þetta, Jón Garðar. Þá næsta mál á dagskrá Margrét Norðfjörg Karlsdóttir. Gjörðu svo vel. Og talar hér sem áheyrnarfulltrúi í umhverfisráði. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Ég heiti Margrét Norðfjörg Karlsdóttir og fulltrúi ungmennaráðs í umhverfis- og skipulagsráði Reykjanesbæjar. Ég komin hér í dag til að segja nokkur orð reynslu mína í umhverfis- og skipulagsráðinu og mikilvægi þess að við ungmenni fáum að halda okkar stöðu í þeim ráðum sem við höfum verið kosin í. Ég hef mikinn áhuga á því sem ráðið mitt þarf að taka fyrir hendur og langar mig verulega að geta nýtt mína stöðu í ráðinu og segja bæði skoðanir og tillögur mínar og aðra meðlimi ungmennaráðsins. Persónulega hefur mér ekki gefist tækifæri til þess að mæta á neitt fund með mínu ráði á seinustu vikum og finnst mér þá mikilvægt að bæði ég og aðrir fá að halda okkar stöðu til þess að geta fengið tækifæri til að mæta á fleiri fundi og hafa þar meðal áhrif. Samt sem áður erum við afar þakklát fyrir það að hafa fengið það tækifæri á að sitja í allskyns stjórnum bæjarins og ennþá mikilvægara að komandi bæjarstjórn passi að þeim stöðum sé haldið svo við ungmennin getum haft enn meiri áhrif á ýmsum málum í okkar daglega samfélagi. Að lokum vildi ég þakka kærlega fyrir samstarf vetrarins og takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Margrét. Þá var næsta mál á dagskrá Sesselja Ósk Stefánsdóttir sem hefur setið í velferðarráði. Gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Ég heiti Sesselja Ósk Stefánsdóttir og áheyrnarfulltrúi ungmennaráðsins í velferðarráði. Fyrst vildi ég þakka ykkur fyrir síðasta fund. Að hafa haft tækifæri til að sitja á þessa fundi hefur verið mjög lærdómsríkt fyrir mig. Mér langar að segja ykkur stuttlega frá minni reynslu sem áheyrnarfulltrúi. Ég hef núna mætt á einn fund með velferðarráðinu og spennt að mæta á fleiri. Mér hefur fundist ótrúlega skemmtilegt og gefandi að hafa fengið að vera partur af þessari tilraun hjá ykkur. Og ég búin að læra margt og mikið. Ég vil þakka ykkur fyrir að hafa tekið mér með opnum örmum. Það sem mér hefur fundist svo áhugavert og frábært hversu góða hluti þið eru að gera fyrir samfélagið. Ég verð líka að fá að segja, eftir þessa fundi líti ég mikið upp til formanns velferðarráðsins, hennar Halldóru. Mér langar að þakka henni sérstaklega fyrir hversu vel hún tók á móti mér og hversu hlýlega og vingjarnlega þú talar alltaf til mín. Þið hin eru svo sannarlega ekki síðri. Bestu þakkir fyrir að koma fram við mig eins og jafningja. Þess vegna svo mikilvægt að þetta heldur áfram þannig að sem flestir fá það tækifæri og þann heiður að vera áheyrnarfulltrúi. Takk fyrir. Þá er komið að lið númer 3 sem að aðrir meðlimir ungmennaráðs taka til máls og þar stígur fyrst á stokk Helga Vigdís Thorstensen og talar barnvænt sveitarfélag. Gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Ég heiti Helga Thorstensen og fulltrúi í ungmennaráðinu. Ég komin hér í dag til að tala barnvænt sveitarfélög, innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Bærinn á hrós skilið fyrir að taka það skref að innleiða barnasáttmálann og verða þannig hluti af verkefninu barnvænt sveitarfélög, en Reykjanesbær er eitt af 21 sveitarfélögum landsins sem eru þátttakendur í verkefninu sem mjög ánægjulegt að sjá. Kostir þess að innleiða barnasáttmálann eru margir. Til að mynda ýtir innleiðingin undir að horft sé á börn sem fullgilda einstaklinga með sjálfstæð réttindi og skoðanir þeirra og gildismat sé jafn mikilvægt og þeirra fullorðnu. Verkefni stuðlar einnig að jákvæðu viðhorfi og virðingu fyrir börnum. Sem dæmi fengum við í ungmennaráðinu að tilnefna áheyrnarfulltrúa í fagnefndir og ráð. Þegar sú tillaga var sett fram var meðal annars stuðst við barnasáttmálann,
þegar færð voru rök fyrir því hvers vegna fulltrúar ráðsins ætti að fá sæti í ráð og nefndum. Einnig stuðla verkefni að því að starfsfólk fái fræðslu réttindi barna og þannig eykst veljan hjá börnum í sveitarfélaginu og verður Reykjanesbær eftirsóknarverðari staður til að búa í. Mín skoðun er sú að einn helsti kostur barnasveitarfélags sé sá að börn að læra meira barnasáttmálann og þar af leiðandi réttindi sín. Börn eiga rétt á því að fá upplýsingar og fræðslu réttindi sín þar sem það skiptir máli fyrir þeirra velferð. Krafan að börn sé upplýst réttindi sín endurspeglast í menntastefnu þjóðarinnar sem fram kemur í aðalnámskrá og þá er einfaldlega bundið í lög að bæði börn og fullorðnir skulu vera fræddir réttindi barna. Barnvænt sveitarfélag fjölgar tækifærum fyrir börn og ungmenni og stuðlar að því að leita sér eftir skoðunum barna þegar verið að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á líf þeirra og að lagt sér sérstakt mat á áhrif ákvarðana á börnum með hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Að lokum langar mig til að nefna það eru margar tillögur að aðgerðum á teikniborðinu sem við í ungmennaráðinu erum mjög spennt fyrir og styðjum heils hugar að verða veruleika hér í okkar frábæra bæjarfélagi. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Þá komið að Rakel Rán Unnarsdóttur og hún talar undir yfirskriftinu önnur mál. Gjörðu svo vel. Heil og sæl, kæri forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Ég heiti Rakel Unnarsdóttir, ég er meðstjórnandi í ungmennaráðinu og ég er komin hingað til að tala mikilvægi þess að ráðið fái fjárveitingu á hverju ári til að hægt sé að veita styrk og greiða fulltrúum ráðsins fyrir sín störf. En af hverju? Ungmennaráðið er mjög mikilvægt tól til að skoðun barna og ungmenna heyrist innan stjórnarskýrslu Reykjanesbæjar. Við fáum oft til okkar alls konar hugmyndir og tillögur til þess að við getum framkvæmt óskir og óskir barna og ungmenna þurfum við fjármagni að halda. Fyrir okkur í ráðinu þá myndi það fá smá greiðslu fyrir alla fundi ráðsins, hjálpa okkur helling til þess að geta einbeitt okkur meira að ráðinu. Því að við erum flest í öðrum tómstundum og störfum samhliða námi og í ungmennaráðinu. Ég ætla að enda þetta með að taka undir það sem Helga Vigdís var að segja barnvænt sveitarfélag og þakka ykkur fyrir að taka mark á skoðunum og hugmyndum sem ungmennaráðið hefur að færa. Takk fyrir þetta. Þá komið að Kamilu, ég veit ekki hvað stóttur. Hjartardóttir, gerðu svo vel, komdu hérna og fræddu okkur 88 húsið. Kæri forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Kamila Rós Hjaltadóttir og er meðlimur ungmennaráðsins og hef verið þar í 3 ár. Ég er einnig að starfa í nefnd fyrir nemendafélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Ég og samnemendur mínir höfum verið að nýta 88 húsið undir nefndarstörf og einnig lærdóm og okkur finnst það mjög hentugt að hafa aðstöðu til þess, þar sem nýbyggð nemendaaðstaða í FS stendur okkur ekki til boða á kvöldin. Það er rosa mikið brottfall á skipulegum tómstundastörfum fyrir ungmenni sem hafa lokið við grunnskóla og það sést líka hversu fá ungmenni á aldrinum 16 til 18 ára er að nýta sér hvatagreiðslu. Ég vil fá að vekja athygli á þessu og hvet næstkomandi bæjarstjórn að auka framboð á skipulegu tómstundastarfi fyrir ungmenni sem hafa lokið í grunnskóla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Kamila. Þá komið að lið númer 4 sem kynning á drögum að breytingatillögu erindisbréfs og það er Betsy Ásta Stefánsdóttir sem ætlar að koma hér og fjalla um þetta undir þessari yfirskrift. Gerðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Betsy Ásta og ég er formaður ungmennis- og Reykjanesbæjar og áheyrnarfulltrúi ungmennaráðsins í menningar- og atvinnuráði.
Ég ætla að fá að nýta tíma minn í dag til þess að ræða aðeins okkar hugmyndir á breytingum erindisbrefs ungmennaráðs Reykjanesbæjar. Þið eru öll með erindisbrefið fyrir framan ykkur og breytingarnar eru yfirstrikar gular. En fyrsta breytingin á 2. grein og þar myndum við vilja fá að breyta aldrinum frá 14 til 18 ára upp í 14 til 20 ára. Og að ráði myndi vera skipað 25 fulltrúum og yrði 10 af þessum fulltrúum í stjórn og í stjórninni væri formaður, varaformaður, áheyrnarfulltrúar, meðstjórnendur og ritari. Og þeir sem eru í stjórninni sitja í 2 ár en þeir sem eru ekki í stjórn sitja í 1 ár. Svo myndum við aðeins vilja fá að breyta hverjir væru inn í ráðinu. Við myndum vilja fá 1 fulltrúa af erlendum uppruna til þess að koma í ráðið og svo myndum við vilja fá að það væri hægt að bjóða sig fram í ráðið. Þar sem við myndum velja 5 fulltrúa, það væri nafnlaust og við myndum velja með hagsmuni ráðsins í huga. Og stjórnin myndi þá velja, þannig að bara umsjónarmaðurinn myndi fá að vita nöfnin og við myndum bara fá að sjá upplýsingar svo þetta yrði ekki, svo að það myndi vera bestu frambjóðendur sem myndi komast inn. Næsta breyting á 4. grein og þar erum við að ræða aðeins eða skrifum aðeins hverju við viljum að sitja í hvaða ráði. Eins og til dæmis að formaður ungmennaráðs myndi sitja í menningar- og atvinnuráði og að varaformaður myndi sitja í íþrótta- og tómstundaráði og svo framvegis. Næsta breyting var í 5. grein og það væri þá að ráði myndi fá ráðstöfunartekjur á hverju ári og yrði sú upphæð ákveðin í samráði við bæjarstjórn á fundi stjórnar og bæjarstjórnar í september. Einnig, eða það sem okkur myndi finnast mikilvægast, væri að fá umsjónarmann með stöðugildi, helst á 50% stöðugildi, vegna þess að það bitnar rosalega, við erum semst ekki með umsjónarmann sem er með stöðugildi núna, og það bitnar bæði á okkur og öðrum störfum hans, þar sem það er mjög erfitt að vera að sjá bæði. Næsta breyting í 6. grein og það snýst sem sagt að greiðslu meðlima ungmennaráðsins og hljómar það svona að formaður myndi fá greitt fyrir alla 8 fundi ráðsins og önnur störf ráðsins, varaformaður fær greitt fyrir 6 fundi ráðsins og önnur störf ráðsins, aðrir stjórnarmeðlimir nema meðstjórnendur fá greitt á þóknun fyrir 4 fundi auk þess að fá greitt fyrir önnur störf ráðsins og meðstjórnendur fá greitt á þóknun sem nemur 2 fundum auk þess að fá greitt fyrir önnur störf ráðsins. Þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur vegna þess að það er mjög tímafrekt að vera í ungmennaráðinu og getur það tekið tíma frá vinnunum okkar. En svo það 7. grein og það er smá breytingartillaga á hvernig við fundum, en við myndum vilja fá að funda með bæjarstjórn óformlega, bara með stjórninni í byrjun árs í september og hafa svo formulegan fund eins og þennan í apríl með öllum meðlimum ungmennaráðsins. En já, það var svo sem ekki meira sem að mér langaði að koma fram með þetta, en vonandi leggjast þessar hugmyndir vel í ykkur og ég vil enn og aftur fá að þakka ykkur fyrir fundin og óskum við í ungmennaráðinu ykkar góðs gengis í komandi sveitarstjórnarkosningum og takk fyrir gott samstarf. Takk fyrir þetta, Betsy. Ég held að áður en að við gefum bæjarfulltrúum orðið laust að tala á þann hátt sem að við höfum yfirleitt talað á þessum fundum, að gefa orðið laust þetta tiltekna mál, þessa breytingatillögu erindisbréfsins, ef einhver hefði áhuga á því að tjá sig frekar þessa breytingatillögu. Einhver hér sem að myndi vilja, Margrét Sanders gerir svo vel. Ungmennaráð, bæjarfulltrúar og aðrir góðu gestir. Þetta er metnaðarfullt og geggjað. Ég get ekki sagt annað. Og það sem að mér finnst líka svolítið flott og ungmennaráð eða fulltrúar ykkar og líka á 88-húsinu, Betsy og fleiri komu til okkar hjá Sjálfstæðisflokknum og voru að kynna ýmsar hugmyndir. Og það gerist akkurat ekki neitt nema maður hafi einhvern metnað og setji fram metnaðarfullar tillögur. Það eru nokkur atriði, alveg ég ætla ekki að fara að gagnrýna eitthvað í öryndir, mér langar bara að nefna við ykkur og ég sagði það einmitt við ykkur þegar þið komið til okkar að ég hef aðeins efasemdir með þetta 20 ára aldursbil og við ræddum það svolítið.
Þannig að þarna, ég ætla ekki kannski að fara að útskýra ekki nema það að sjálfræðisaldurinn er 18 ár. Mér finnst mjög mikilvægt að þegar við segjum einn fulltrúi ungmenna af erlendum uppruna, við skulum passa okkur að orða ekki þannig, kannski verða bara allir af erlendum uppruna sem komast inn, en það var allan að minnstakosti einn og við pössum upp á það. En svo er það kannski með greiðslur og annað. Mér finnst þetta eitthvað sem að þarf að skoða bara hvað eru önnur sveitarfélög að gera og þarna heyra í þeim hvernig er formið og svona, hvað tekst vel, hvað tekst illa og hvernig getum við unnið þetta saman. Og við erum ekki, held ég, hérna, stundum erum við bara alls ekkert sammála í pólitík þeir sem við sitjum hér, en það er oftar og oftast erum við bara ansið sammála í pólitíkinni. Og í svona málum erum við mjög samstíga og ég held að það sé algjörlega að þið eigið örugglega að fá góðan stuðning með margt hérna en ekki alls ekki allt. Og eins þetta sem við vorum að ræða strax áðan, að þið talið í þessum greinum, þessar nefndir, það er ekki allir sammála að þessar nefndir eigi endilega að vera áfram og þá komið mitt fram, það var pólitísku fundur í gær og þá vorum við spurð framtíðarnefndina og ef ég man rétt þá held ég að helmingun bæjarfulltrúa sagði að hún eigi ekki að vera áfram í sama formi, kannski fara inn í aðra nefndir og hin að hún ætti að vera áfram. Þannig að það er ekki allir sammála. Ég vildi bara nefna þetta því að þetta er svona vanin, ef það er eitthvað lagt fram að þá kemur einhver með eitthvað á móti og það er bara gott fyrir ykkur að heyra hvernig hlutirnir virka, að það er aldrei sagt já og amen við öllu, en þetta er flott hjá ykkur og haldið áfram að vera með alvöru metnað og ekki vera sammála okkur alltaf. Þú veist, það er náttúrulega eitt sem og þið tókuð eftir þegar þið komið í heimsókn til okkar, að við vorum ekkert alveg bara, já, þið eru svo æðislega og þetta er svo frábært. Það er ekki svoleiðis, þú veist, auðvitað er þið frábært, en þá meina ég að við erum aldrei sammála alltaf allt sem allt kemur fram og þannig gerast góðir hlutir, að það sé ræddir og við veljum svona sameiginlega bara bestu niðurstöðuna og það verður örugglega með þetta eins og annað. En takk kærlega fyrir svo góðu vinnu og ég vil bara hrósa í restina ykkur starfsfólkinu í 88 ásunu, bara frábær leiðsögn hjá ykkur. Takk. Takk fyrir þetta Margrét Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, kæra ungmennaráð, ég verð alltaf að segja, við segjum alltaf þetta sama, þetta eru skemmtilegustu fundirnir á hverju ári. Þegar þið mætið, hristið upp í þessu, þetta er bara einhvern veginn allt öðruvísi og bara yndislegt að fá okkur í hvert einasta sinn sem þið komið. Og ég vil líka hrósa ykkur fyrir það að þið hafið þor og kraft og það hefur bara sýnt sig hvað gerist þegar þið komið inn með krafti, nýjar hugmyndir, þið eru unga fólki, þið sjáu hlutina öðruvísi heldur en við og þá fáið þið peninga og svo framkvæmið þið og eigið eins og þið viljið. Yndislegt. Ég er kannski ennþá stoltastur af því að þið skulle koma hérna upp og halda ræðu óhikað, ég veit að það er ekki auðvelt og þið klikkið aldrei, talið hreint út og það er sómi af ykkur. Ég ætla að leggja til við forsetann að þessa tillögur, að hann vísi þið til æðstu nefndar sem er forsetanemndin, sem er nefnd sem forsetin er í og varaforstar, 2 varaforstar, þar sem þau taka þetta fyrir ásamt lögfræðingi bæjarins og vinna þetta áfram og komið síðan með tillögur til okkur áfram og ég er viss að við köstum einhverju til ykkar til að ræða áfram með það. Þannig að takk fyrir nýjar hugmyndir, við tökum vel á því. Kæra þakki fyrir að vera með okkur. Það hafa ekki fleiri kvartsi ljós undir þessum lið. Þegar maður skoðar yfirskriftina, gerðu svo vel, Óli. Gerðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar, það eru gestir. Ég ætla aðeins að tala erindisbréfið, útskýra aðeins. Við erum ekki að leggja bréfið fram formlega sem tillögu alveg strax. Við vildum bara fá umsagnir um bréfið og hugmyndir, hvað getur verið gott að hafa í þessu bréfi. Varðandi aldurinn í ráðinu, þá eru ungmennaráð í sveitarfélögum sem hafa aldur upp í 25 ára, af því að ungmenni í rauninni
Lagalega séð eru við ungmenni til 25 ára. Við hættum ekki að vera ungmenni þó við verðum sjálfráða og það er ástæðan fyrir því að hækka aldurinn. Það sem að gerist líka er að við missum rosalega flotta fulltrúa sem vilja halda áfram í ungmennaráðinu út af aldri og það er rosa sárt að horfa til ungmenna fara frá okkur í önnur störf af því þau eru orðin of gömul en þau eru ennþá lagalega séð ungmenni. Það var aðalega pælingin með því. Einn fulltrúi ungmenna erlendum uppruna, ég er alveg sammála, það þarf kannski að skoða það aðeins betur hvernig við gerum það. Varðandi hvaða nefndir eru í erindisbréfinu, þá auðvitað náttúrulega verða það bara nefndirnar sem að ungmennaráðið fær á næsta ári, sama hvaða nefndir það eru og það er þá væntanlega ný bæjarstjórn sem ákveður það á næsta ári. Ég ætla aðeins að tjá mig umsjónarmannsstöðuna og mikilvæg þess að það sé stöðugildi fyrir það. Nú starfa ég í fjörum 88-húsinu og hef alls konar verkefni þar og ég hef lent svolítið í því, sérstaklega í vor, að þurfa að hliðra til öðrum verkefnum út af verkefnum ungmennaráðsins og sérstaklega núna á meðan þau eru með áheyrnarfulltrúa. Það er heilmikil vinna á bakvið að bæði undirbúa þau fyrir þau störf og fara yfir alla fundi hjá öllu nefndum og ráðum. Það eru 7 nefndir og 7 ráð, 7 nefndir og ráð sem að þau tilheyra og það er mjög mikilvægt að sé umsjónarmannastaða sem heldur utan um ráðið þannig að það haldi áfram að vera kraftur í þessari starfsemi. Varðandi ráðstöfunartekjur þá hefur það bara sýnt sig í ár að það skiptir rosa miklu máli að ráðið hafi eitthvað pening, þetta þarf alls ekki að vera mikill peningur sem það getur ráðstafað eftir þeirra vilja og þeirra forsendum. Já, meira vildi ég í rauninni ekki segja. Takk. Takk fyrir þetta. Það er ágætt að fá þetta fram að þetta séu, og þetta kemur þarna fram í liðnum að þetta séu kynning á drögum. En það er ágætt, sko, við getum bara tilkynnt hér, við ætluðum að hittast í forsætisnefnd í morgun en vegna veikinda lögfræðingsins þá var þeim fundi frestað en það er þá ágætt að vera komið með þessar hugmyndir til þess að fara að rýna þær svona í framhaldinu. En Margrét Þórarinsdóttir gerði svo vel. Virðulegi forseti og kæra ungmennaráð, ég vil byrja á því að þakka ykkur fyrir frábærar tillögur hvað varðar þessar skýrslur sem við voru að senda okkur. Ég er virkilega ánægð með ykkur og mér finnst þessar breytingatillögur ykkur alveg frábærar, sérstaklega í ljósi þess að Reykjanesbær er að fara að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna inn í alla stjórnsýsluna og þess vegna er mjög mikilvægt að ykkar raddir heyrist. Þannig að það verður mjög áhugavert þegar við förum bæjarstjórn að ræða saman hvernig við ætlum að útfæra þetta. En ég styð ykkur heilshugar og mér finnst þetta frábært hjá ykkur, góðar tillögur og ég ætla að vona að það verði góða undirtektir hjá bæjarstjórn. Til hamingju, takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá hafa ekki hvað sér hljóðs undir þessum lið, en þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem að er opin umræða eða það að bæjarfulltrúar fá að tjá sig í framhaldi af því að þið hafi tjáð ykkur hér og ég ætla bara að bjóða bæjarfulltrúum að gera svo vel. Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur beðið orðið fyrst. Kæri forseti, kæra ungmennaráð og góði gestir. Já, það er vissulega rétt að þetta eru skemmtilegustu fundinir og svona ferskur andblærina innan hús, klappaður upp í pont og svona, engin leiðindi. En það er svo æðislegt að fá ykkar sýn á okkar bæjarfélag því að við erum ekkert á ykkar aldri og vitum ekkert hvað er í gangi það sem að ykkur vantar og skortir. Ég var ótrúlega stolt af því að þessu fjármagni sem að við létum ykkur fá 5 milljónir og þá eru þið bara að ráða því hvað þið eru að skoða. Ekki alltaf að koma í gegnum okkur, bara þið hafi fjárlega vald í að ráðstafa ykkar tekjum. Varðandi hvatagreiðslurnar, nú komum við inn á það og við samkvæmt Hafþóri íþróttafulltrúi okkar er nýtt undir 60%. Við höfum reglulega reynt að ná til erlendra barna og foreldra með fræðslu og öðru og við þurfum að vanda okkur betur við það og einmitt þar komið þið sterk inn að hvetja
börn í kringum ykkur og ungmenni að sækja þetta. Nú höfum við rætt við sporthúsið, það fullt af krökkum sem eru þar í unglingaþreki og í crossfit og öðru sem að nýta sér hvatastyrkina þar innan hús. Þannig að þið getur ráðið í hvað þetta fer. Þannig að endilega talið þetta upp í kringum ykkur út af því að þetta að hjálpa fullt af börnum og ungmennum. Mér líst bara ótrúlega vel á þessar ábærslega flottu hugmyndir ykkar að breyta erindisbréfinu og hlakka til að taka þau upp í forsetanefnd með forseta. Þannig að við munum rýna í það og bara takk fyrir þessa metnafullu tillögur og við munum vissulega taka þær til okkar. Auðvitað bara mjög góð hugmynd að þið fáið árlegt fjármagn, þið eruð að vinna í þessu heilindum og greinilega leggja mikla vinnu í það. Og mér langar sérstaklega að þakka Óla Berg fyrir að halda utan ykkur svona flott og fleiri starfsfólki að vera að gleyma ykkurum. Og það alltaf rosalega gaman að sjá hvað þið verði flottar og flottar og þið titri ekki einu sinni hérna. Þið eru orðin svo flott í ræðumennsku, þetta alveg æðislegt. Þannig að endilega, við munum taka þetta upp vonandi í forsetanefnd ef það verður samþykkt í kjölfarið og allt gaman að sjá ykkur og endilega talið við okkur sem oftast. Því við erum bara handlangarar af ykkur, endilega nýtið kosningaréttin ykkar og kjósið og komið ykkar álita framfæri við ykkur. Við erum hér fyrir ykkur eins og alla aðra íbúa. Þannig að rosalega gaman að sjá ykkur og takk fyrir að vera svona öflug. Takk fyrir. Þá hefur við beðið orðið Jóhann Friðrik Friðriksson Gessvar. Forseti, bæjarfulltrúar og kæra ungmennaráð. Sko, ég ekkert búinn að gleyma þessum fundi þar sem að við virkilega fengum að heyra það hérna í bæjarstjórninni. Og ég var gríðarlega ánægður með það. Það skiptir miklu máli að segja hvað manni finnst. Og sérstaklega þegar ungmennaráð hefur svona mótaður og flottar hugmyndir hvað betur má fara, þá enn skemmtilegra að sjá þegar það hægt að koma á móts við það. Og það verður að segjast að heyra upplifun þeirra sem að sita sem áheyrnarfulltrúar í nefndum gleður mig afskaplega mikið. Þegar þessi tillaga kom fyrst fram, þá verði ég að viðurkenna það. Ég verði ekki alveg viss hvernig þetta myndi svona þróast og hvort að þetta myndi hafa áhrif á nefndirnar og á hvaða hátt og svo má lengi telja. Og hér hafa fulltrúar ykkar, til að mynda Hermann Borgar, nefnt það hvað skiptir gríðarlega miklu máli að rödd ykkar sé inn í ráðinu. Og ég alveg sannfærður það að nefndarmenn í ráðum og nefndum sveitarfélagsins upplifa það líka. Þetta varðandi að vera tekin á jafnréttisgrundvelli, að vera tekin sem jafningi, skiptir mjög miklu máli í lífinu. Og við eigum að horfa á alla aldurshópa sem jafningja. Það skiptir miklu máli fyrir okkur sem erum í stjórnmálum að sá heiðarleiki sem að birtist í því að gefa fólki rödd, gefa fólki tækifæri til að tjá sig, alltaf leiðin til framfara. Og þess vegna fannst mér mjög áhugavert að heyra einmitt nefnt hér athugasemdir og skoðanir varðandi skólaforðun. Jón Gunnar nefndi, ef ég man rétt, svona hans input, ef svo má segja, inn í afskaplega mikilvæga umræðu. Afskaplega mikla umræðu sem við erum að eiga við í okkar samfélagi þar sem að skólaforðun virðist vera að aukast og hvað þó betra heldur en að fá skoðun fólks á þeim aldri. Þetta getum við tekið til fyrirmyndar á mörgum öðrum stöðum í okkar samfélagi. Nú, fjárhagslegur styrkur ungmennaráðs. Það eitt að fá fjármagn til þess að framkvæma, en það getur líka verið nauðsynlegt að það sé fjármagn til þess að standa undir starfsemi. Og mér finnst þetta áhugaverðar tillögur sem hafa komið fram, sem Betsy fór mjög vel hérna yfir, og ég viss það að forsetanefnd á eftir að taka þær til ítarlegrar skoðunar og kostnaðargreiningar, því að við viljum ekki giska á hvað hlutinni kosta, við viljum fá að vita það og við viljum tryggja það að fjármagni nýtist sem best. Nú, það sem að þetta síðasti bæjarstjórnarfundurinn fyrir kosningar, þá held ég að þetta sé næst síðasti bæjarstjórnarfundurinn sem ég sitt. Og mér langar að þakka ungmennaráði fyrir samstarfið á liðnu kjörtímabili. Það hefur verið gagnlegt, það hefur gefið mér
sem bæjarfulltrúa gríðarlega mikið og ég vil bara skilja ykkur eftir með kannski svipuðum orðum og ég fór hér yfir síðast þegar ég var svolítið tekinn í bakarið og segja það að ég er afskaplega stoltur af ykkur. Ég er afskaplega stoltur af þessu unga fólki sem við eigum í sveitarfélaginu. Og ég er alveg sannfærður það að framtíðin er björt og það myndi koma mér á óvart ef ég myndi ekki sjá einhvern úr ungmennaráði hér í bæjarstjórn, jafnvel bara á næstu árum. Kæra þakkir. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Þú farði að verða síðastur herra bæjarstjóri. Það er greinilega ekki fleiri sem að óska til að fá taka til máls. Ég vil þá kannski bara sem næst síðast á mælendaskrá fá að tjá mig aðeins og þakka fyrir þennan fund og hann er líka bara að þakka fyrir alla þá fundi sem að ég hef fengið að sitja með ykkur. Ég er nú gamall í hettunni, ég fór að skipta mér á pólitík 1996. Sjáðu, ég geti verið afvikar flestra held í þannig, sko. En ég hef búin að eiga 3 krakka í ungmennaráði sem að hafa verið í ungmennaráði þeim tíma sem ég hef verið bæjarfulltrúi. Og ég finn það alveg að þáttaka þeirra í ungmennaráðinu hafði meðal annars þau áhrif að ég fengi einhvern frið heima hjá mér. Ég var bara tekin í gegn ef að þeim mislíkaði eitthvað og þannig að þetta er mjög góður skóli fyrir ungt fólk að hasla sér valla og læra bara vinnubröðin og læra það að taka þátt í svona umræðum samfélagsmál og svona vera meðvitað umhverju sitt og hverju þarf að breyta og meðvitað líka það sem gott er og hverju þarf að viðhalda. Það er bara, við búum í samfélagi sem að okkur þykir í grunninn fjarska gott en það má alltaf gera betur og þetta er eilíf umræða og eilíft viðfangsefni að bæta samfélagið sitt. Þannig að þið eru hérna núna væntanlegir bæjarfulltrúar til framtíðar og svo verða börnin ykkar í sömu stöðu eftir ykkur ár. Þannig að þetta er bara viðfangsefni sem við erum að fást við á hverjum tíma fyrir sig og mér þykir ánægilegt að hlusta á okkur núna að því að Guðni Birna sagði að engin leiðindi og ég man nú alveg líka eins og Jói að þetta er fundurinn mynda síðan sem við vorum alveg buffuð en það var bara gott sko, það er bara gott að því að hafi sterkar skoðanir að því að hafa sterkar skoðanir og brenna fyrir einhverja hluti, það skiptir máli. Við eigum ekkert að lúffa, við eigum að fylgja eftir því sem að skiptir okkur máli. Þannig að það er bara, mér finnst það bara að vera frábært að þið skulle hafa sterkar skoðanir. Ég er eins og margir hérna að hætta í bæjarstjórn. Ég er núna komin á Alþingi og ég er örugglega bara komin á Alþingi af því að ég var hér. Þannig að maður er svona, þetta er tröppugangur. Ég fæ núna að vera inn á Alþingi að takast á við landslög og það sem við erum að horfa til landsins alls. En mitt uppeldi hér í bæjarstjórninni hefur gert það að verkum að ég hef bara gott veganesti. Ég skil nær umhverfið mitt, ég veit hvað skiptir íbúamáli og fyrir því ætla ég að berjast inn á Alþingi. Því að það skiptir okkur máli að hlutinni séu í lagi, ekki bara það sem bæjarstjórnin er að gera, heldur líka það sem ríkisvaldið er að gera. Það skiptir máli að löggæslan sé góð, það skiptir máli að fjölbrautaskólinn sé góður, það skiptir máli að heilsugæslan sé góð og allt er þetta verkefni sem að sveitarstjórn er ekkert með á sinni könnu heldur ríkið. Þannig að þetta svona leiðir hvert af öðru og ég mun að sjálfsögðu fylgjast með og ég er ekkert að fara að flytja í Keflavík, ég ætla alltaf að eiga heim í Keflavík, þannig að hér fæddist ég og hér ætla ég að vera. Nei, ég á heim í Keflavík. Það er bara dásalegt að vera með 2 bæjarhluta sem að geta verið með innbyrðis rík og haft gaman af honum. Bara frábært. Ég fer í grænu treyjuna þegar Keflavík er dottið út og Njarðvík er að berjast. Þannig að
þannig eigum við að hafa þetta. Ég sá líka bæjarstjórana á leiknum hjá kvennaliðinu sem var að vera Íslandsmeistari daginn. Þannig að við erum auðvitað bara stöndum hvert með öðru þegar það á við. En leikum okkur svo að bæjaríknum þess á milli. En ágæta ungmennaráð, ég ætla ekki að tala mikið meira en þetta. Ég er þakkláttur fyrir að fengja að kynnast ykkur og fá að vinna með ungmennaráð. Ég er þakkláttur fyrir það að ungmennaráð skyldi hafa verið sett á laggirnar og ég er líka bara þakkláttur fyrir það að þessi breyting sem við gerðum og bæjarstjóri hafði í raun og veru forgöngum að þið fengjuð áheyrn í nefndunum, að hún sé að falla svona vel í geð. Þetta skiptir máli að þið njótið ykkar og þið hafið gaman að þessi sem við að gera og þið fáið upplýsingar frá fyrstu hendi það hvernig sveitafélagi starfar. Þannig en ég ætla ekki að hafa þetta lengra og ég ætla að biðja bæjarstjóra Kjartan Má Kjartansson að slíta þessu fundi. Takk fyrir mig. Þakka fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar og kæra ungmennaráð. Eins og kom hér fram undir lokin í máli forseta að þá hafði ég frumkvæði að því að koma þessu fyrirkomulagi á að þið fengjuð að skipa áheyrnarfulltrúa í nefndir og ráð sveitarfélagsins og ég verð að segja það, ég er afskaplega ánægður með að heyra í ykkur hvernig þetta er að fara af stað og þið hafi verið að mæta á fundi mismikið, einhverjir hafa komið á 2 og kannski 3 og aðrir ekki komist á neitt en samt komið með hlutverk og komið með nefnd og ég finna bara á umræðinu líka hvað þið eru strax farin að sjá hlutina í svona öðru samhengi, öðru ljósi og munuð örugglega að læra ennþá meira eftir því sem þið fáið tækifæri til að sækja fleiri fundi og skiljið þá betur hvernig kerfið virkar og komið örugglega til með að bæta þær ákvarðanir sem teknar eru í nefndum og ráðum. Ég held að það getur ekki annað en farið á þann veg. Þannig að ég vil bara óska ykkur til hamingju, þakka ykkur fyrir gott samstarf og þakka Davíð og Ólafi fyrir þeirra undirbúning og vinnu með ykkur. Óska ykkur svo velfarnaðar. Ég þykist vita að það er núna að koma þeim tíma ársins sem allir elska. Það eru próf í skólum og svona, gaman. Svo kemur sumarið og svo vonandi komið þið eldhress og gallhörð inn í haustið með þeirri bæjarstjórn sem þá verður sest hér að völdum og saman verður hægt að vinna að því að gera Reykjanesbæ að enn betri bæ. Takk ykkur fyrir. Fundi slitið.
31. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem haldinn í Hljómahöll þriðjudaginn 3. maí 2022 kl. 17 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sanders, Styrmir Gauti Fjellsteð, Jóhann Friðriksson og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Það eru 9 mál á dagskrá þessa fundar en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 28. apríl, númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. apríl, númer 3 fundargerð barnaverndarnefndar frá 25. apríl, númer 4 fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 27. apríl, númer 5 fundargerð framtíðarnefndar frá 27. apríl, númer 6 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 28. apríl, númer 7 fundargerð fræðsluráðs frá 29. apríl, númer 8 kosning undir kjörstjórna vegna sveitarstjórnarkosninga 2022 og síðasti liður á dagskrá er ársreikningur Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar eins og stendur þarna og þetta er síðari umræða. Og
Ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þá gefa orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 28. apríl síðastliðinn. Orðið er laust. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla hérna í nokkrum orðum að fara aðeins yfir dagskrá fyrir fundargerð bæjarráðs Reykjanesbæjar sem haldin var 28. apríl síðastliðinn. Við byrjum fundin á því að hitta endurskoðendur Reykjanesbæjar, Sturlu Jónsson og Theodór Sigurbergsson og sem fóru yfir reikningana með okkur og kynntu drög að endurskoðunarskýrslu sem við tökum nú fyrir seinna í dag. Líka kannski þakka þeim fyrir samstarfið, þetta var þeirra síðasta ársreiningur. Samstarfið hefur verið mjög gott og jákvætt og við metum það. Annar liður á fundunum var sumarstörf fyrir ungmenni en þar var ákveðið að taka undir erindi Heru Ósk Einarsdóttur og Vilborgu Pétursdóttur vegna kostnaðar þáttöku Reykjanesbæjar vegna sumarstarfa fyrir ungmenni með stuðningsstarfi. Og vil ég þakka bæjarráði fyrir að hafa öll verið sammála það. Sama gildir næsta lið sem var sumarúrræði fyrir börn með stuðningsstarfir. Þar var saðið samhljóða að taka þátt í þessu verkefni í sumar og kann ég að meta það. Síðan eru nokkur mál sem voru tekin vegna íþróttahreyfingarinnar og aftur ætla ég að þakka bæjarráði fyrir að vera sammála í því og samþykkja tillögur sem ég lagði fram, bæði hvað varðar erindi frá Ungmennafélaginu Njarðvík, aðalstjórn Keflavíkur og knattspyrnudeild Keflavíkur og Njarðvíkur og ekki síst sumarstörf fyrir ungt fólk. Það er ekki sjálfgefið að við séum alltaf sammála á síðustu stundu fyrir kosningar en í þetta sinn erum við það og vil ég þakka bæjarfulltrúum fyrir það að vera að styðja okkur í því. Líka vil ég minna á verkefni sem er skaðaminnkunarverkefni frú Ragnheiður en það var ákveðið að styrkja samtökinu 250.000 og er það gott. Fleira var það ekki að sinni. Takk. Takk fyrir þetta, Friðjón. Orðið laust. Jóhann Friðrik Friðriksson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, sem betur fer kannski, þá erum við bara fljót að gleyma og horfum mikið fram í tímann á þessu svæði og ég held að það sé óhætt að segja það með Íslendinga alla. Það er ekkert langt síðan við vorum að eiga við enn eina COVID-dífuna. Það er mikilvægt fyrir okkur að styðja við íþróttastarf, halda áfram, að reyna að ýta undir þá viðspyrnu sem er nauðsynleg í samfélaginu. Og þetta er partur af því og þess vegna vildi ég koma hérna upp og láta í ljós ánægju mína með þessa samþykkt sem var einróma í bæjarráði. En þar sem ég var ekki á þeim fundi þá vildi ég bara að mín skoðun á því kæmi skýrt í ljós. Ég er nokkuð viss það að við séum flest mjög bjartsýn fyrir sumrinu. Við sjáum ferðamannastrauminn aukast, við sjáum atvinnuleysi minnka. Við sjáum hjól efnahagslífsins fara af stað, en það mun taka tíma. Það mun taka tíma fyrir sveitarfélagið, taka tíma fyrir ríkið, taka tíma fyrir samfélagið að komast almennilega í gírinn. En ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn og ég er stoltur af því að Reykjanesbær skuli styðja við þessa þætti á þessum tíma og við munum ekki gleyma því að ástæðan fyrir því að við getum gert það er meðal annars samhugur hér í bæjarstjórn varðandi það að styrkja íþrótta og atvinnumál hér á undanförnum misserum. Takk. Takk fyrir þetta. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir.
Já, ég kem inn undir fundagerð bæjarráðs frá 28. apríl. Þar verið að fjalla í máli 4 og 5 erindi frá Ungmennafélagi Njarðvíkur vegna knattspyrnudeildar og einnig frá aðalstjórn í Keflavík. Og með leyfi forseta ætla ég að fara að lesa upp bókun, stutta bókun þetta mál. Bókun vegna rekstrarsamnings til knattspyrnuvalla. Á síðustu 4 árum hefur Sjálfstæðisflokkurinn og Frjálst afl lagt áherslu á að hækka rekstrarsamninga við íþróttafélögin varðandi rekstur valla en hefur ekki hlotið hljómgrunn. Sérstakt að sjá samningin hækka núna korter í kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn og Frjálst afl fagna því að hækkun rekstrarsamnings til knattspyrnuvalla sé loksins komin í höfn. Undir þetta rita Margrét Sanders Sjálfstæðisflokkur, Baldur Guðmundsson Sjálfstæðisflokkur, Anna Sigríður Jóhannesdóttir Sjálfstæðisflokkur, Gunnar Þórarinsson Frjálst afl. Takk. Takk fyrir þetta. Já, ég ætla nú eins og líkt á félagi með Jóhann Friðrik fá bara lýsa yfir ánægju minni með þessi atriði sem að þarna hefur verið rætt hafi verið tekin á dagskrá og hérna verið samþykkt samhljóða. Bæði hvað varðar verkefni ungs fólks með stuðningsþarfir en einnig þessi verkefni til íþróttafélagana sem að skipta verulegu máli. Við höfum verið meðvituð það að íþróttafélagin hafa bara verið að glíma við verulega erfiðleika vegna COVID og stór og mikil mót sem að hafa verið tekjuaflandi fyrir íþróttafélagin hafa fallið niður, ekki bara einu sinni heldur margoft og þetta hefur bara valdið miklum búsifjum og gert það verkum að félögin hafa bara þurft að glíma við mikið samdrátt og mikla erfiðleika. Þannig að ég er bara ánægður með að þetta sé komið í þennan farveg og bæjarstjórn geti þá samþykkt þetta með einróma og mér sýnist nú afgreiðslan á þessu öllu saman hafa verið, að allir hafi verið sammála þetta í bæjarráðinu. Friðjón Einarsson gerir svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, á þessum ákveðna bæjarráðsfundi þá óskaði ég eftir tillögum frá minnihluta í þessum 3 málum og engin tillaga var lögð fram frá minnihluta á fundinum. Þess vegna ákvað ég að leggja fram þessa tillögu gagnvart íþróttahreyfingunni eftir ítrekun að kalla fram hvað minnihlutin vildi gera. Því miður kom engin tillaga frá minnihlutunum og þess vegna lagði ég fram þessa tillögu svona. Ég hefði haldið að menn þetta fagna þessu verulega og ekki vera tala eitthvað niður af því að það eru kosningar, af því að mér sýnist nú í þessari kosningabaráttu þá sé verið að tala að auka framlög til íþróttamála 500 milljónir eins og sagt var nýlega. Þannig að ég held kannski að menn myndi bara fagna þessu því ég var að hrósa minnihlutina fyrir að vera með okkur í þessu. Þannig að, en það svona. Takk. Ég sýnist Baldur Guðmundsson hafi verið sjónarmenn á undan. Gerðu svo vel. Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Þetta var nú bara léttur bæjarráðsfundur, svona korter í kosningar og það er kannski auðveldast að henda fram erindum rétt fyrir þann tíma sem fólk fer inn í kjörklefann. Þannig að það kannski voru ekkert mikil átök og enda voru þetta ekkert háar upphæðir. Þessi bæjarráðsfundur kostaði bara rétt rúmar 30 milljónir. En hvað þetta varðar þá höfum við alveg haldið nokkra tölur það að það er ekki bara COVID sem að hefur breytt starfi íþróttafélagana. Það eru til dæmis að fyrirtæki hafa ekki stutt íþróttafélagan eins vel og áður. Það er eitt sem er að gerast. Það er erfiðara að fá fólk í þetta sjálfboðastarf
það bara tekjupóstarnir að hrynja, þannig að það þarf að taka þetta alveg upp grundigt og skoða hvernig bæjarfélagi getur styrkt íþróttafélagin bara heilt yfir. Og það það sem að Sjálfstæðisflokkurinn vill gera á næsta kjörtímabili. Auðvitað samþykkjum bara það sem lagt á borðið. Þetta fór svona dálítið skrýtna leið í gegnum kerfið hjá okkur. Erindi kom til bæjarráðs, var vísað til íþróttaráðs og vísað aftur til bæjarráðs og það var ekkert sem gerðist í millitíðinni. Þannig að við vorum ekkert með mikið af gögnum til að vinna úr. Það voru þessi 2 erindi, það sem voru talin upp, þeir tekjupóstar sem þeir hafa orðið af íþróttarhreyfingunni og við vorum að bregðast við. Þetta var bara svona Salómonsdómur sem var hægt að samþykkja, en við erum bara að minna á það að við höfum verið að tala um það allan tíman og við þurfum að bæta í þetta, við þurfum að skoða þetta mun betur hvernig við styrkjum íþróttafélagin. Það bara þetta sem ég vildi segja. Takk. Margrét Sandís Gersvöld. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Já, varðandi styrk til íþróttafélagana að þá ekki framboðsræða hér, heldur einungis ætla ég að skýra og fara yfir bókunina því að þið sáuð hann ekki fyrir að þessi bókun sem við erum að setja fram snýr eingöngu að rekstrarsamningi knattspyrnuvalla. Það vegna þess að þessi samningur hefur á hverju einasta ári verið til umræðu og við vorum öll sammæltumst það í bæjarráði að vísa þessu til Íþrótta- og tómstundaráðs og starfsmenn bæjarins myndu vinna þetta betur til okkar af því að við erum búin að vera að segja núna, eins og segir í bókunni, í 3 eða 4 ár, þetta er 4. árið, að þessi samningur, að þetta sé of lág fjárhæð til íþróttafélagana vegna reksturs knattspyrnuvalla. Af hverju segi ég það? Vegna þess að áður en ég byrjaði í bæjarstjórn, þá var ég að vinna fyrir ákveðið íþróttafélag, reiknaði þetta út, fékk allar upplýsingar, sá nákvæmlega hvaða upphæð var greidd og taldi með allar þessar upplýsingar að þetta væri þannig. Þannig að þarna eru við bara að segja með knattspyrnuvöllin að við erum búin að leggja þetta til öll árin en núna er þetta samþykkt og fagna í því. Og þetta er fallega sagt í okkur og við erum alveg sammála þarna og við samþyktum þetta öll. Varðandi COVID-styrkina að þá vil ég ítreka það sem að bæjarfulltrúi Baldur hjá Sjálfstæðisflokki var að segja að þessu var vísað til Íþrótta- og tómstundaráðs og starfsfólksins til að vinna þetta betur til okkar. Varðandi það var verið að óska eftir ákveðinu upphæð og það sem er líka flókið í þessu máli, það eru að við erum með 2 stór íþróttafélög. Við erum með Keflavík og við erum með Njarðvík sem að óska þarna eftir ákveðnum COVID-styrkjum og við áttum okkur ekki á umfanginu af því að það var að vera að tala um, þeir eru ekki með neina upplýsingar, þeir eru ekki með neina tillögur, þeir eru ekki með neitt. Við bjuggumst við að það yrði gert, það sem beðið var að við myndum fá meiri upplýsingar. Þannig við sátum svolítið eftir og við, eina leiðin var, að samþykkja það sem var komið fram, en við verðum líka átt okkur á því að sumir eru að óska eftir ákveðnum styrkjum og óska eftir hærra því að þeir segja það er alltaf lækkað, aðrir eru að reyna að vera raunsæir og svo framvegis. Við vitum þetta ekki og þetta er það sem að Íþrótta- og tómstundaráð ásamt starfsfólki átt að vinna til okkar en ég held að við séum öll sammála því. Þannig ég ætla alls ekki að gera lítið úr því en varðandi bókunina aftur, 3. skiptið, afsakið það, að við vorum eingöngu að bóka út af rekstrarsamningi knattspyrnuvalla og að þann hluta af þessu. Takk. Gunnar Þórarinsson, Gersvöld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestur.
Mér langar aðeins til að koma inn á þetta. Vandamálið í raun og veru að aðstöðuleysi allt of mikið, því miður. Þannig mál með vexti, til dæmis ef við tökum bara körfuboltann hjá Njarðvík, að þá hefur félagið orðið fyrir verulegum búsíum af því að það komast ekki markið þar inn. Það auðvitað eitthvað sem við þurfum að taka á, alveg augljóslega. Við þurfum að koma upp húsi sem tekur fleiri áhorfendur fyrst og fremst og svæðið sem að spilaðir á sig aðeins örlítið stærra, þannig að áhorfendur séu ekki onni, nánast að anda onni bakið á leikmönnum. Þetta brýnt og ég tel að við þurfum að framvegis að finna leiðir til þess að bæta hér verulega. Þetta stór mál fyrir félagið og ég sé fyrir mér að það verði að gera á núna fljótlega eftir kosningar. Já, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins í framhaldi af þessari umræðu að fá að tjá mig aðeins frekar. Kannski bara fyrst spurningu sem að bæjarfulltrúi Baldur varpaði hérna fram. Hvernig geta bæjarfélög styrkt íþróttafélag? Hvernig getur bæjarfélagi styrkt íþróttafélagi? Og þetta auðvitað stór spurning. Á sama tíma verið að nefna bakhjarla sem að hafa verið skipt miklu máli í rekstri íþróttafélaga og það því miður bara þannig að sum íþróttafélög eru bara svo heppin að hafa mjög sterka bakhjarla í fyrirtækjum sem eru í sveitarfélaginu þeirra. Og þá kannski gætum við leyft okkur að kasta því fram hvers vegna eru fyrirtæki á Suðurnesjum sem ekki slíkir bakhjarlar. Við vissulega vitum við fyrirtæki sem að standa með íþróttafélagunum en það greinilegt að íþróttafélög sitja ekki við sama borð hvað bakhjarla varðar. Og ef að það staðan að það sé þá hægt að senda reikninginn á sveitarfélögin á það sem að þessi félög eru sem hafa ekki slíka bakhjarla, þá líka verið að mismuna sveitarfélögunum. Þannig að þetta bara mjög erfitt að fást við að sum sveitarfélög þurfi að takast á við það að hafa íþróttahreyfingunni í fanginu en önnur sveitarfélög, við þekkjum nú bara hvernig staðan til dæmis bara á Reykjavíkursvæðinu. Sum sveitarfélög áttu líka bara eignir sem þeir eru að selja og lifa bara blómlegu lífi. Önnur sveitarfélög hafa haft risa á borð við lyfjafyrirtæki sem bakhjarla. Þetta skiptir þau verulegu máli. En við stærstu fyrirtækin okkar eins og Isavia, hvar standa þau? Stærsta fyrirtæki okkar á Suðurnesjum, hvar stendur það? Ég þekki það bara eigin raun hafandi verið að rembast við að halda hér menningarviðburði. Það ekkert auðvelt að ná í styrki frá slíkum fyrirtækjum. Því þetta má ekki fara út úr ríkissjóði. Þannig að þetta auðvitað bara spurning sem við þurfum að velta fyrir okkur og það rétt að sveitarfélög sem að staðan þannig að bakhjarlarnir ekki staðar að þau þurfa að taka íþróttahreyfingunni í fangið. En ég hef fulla skilning á því að fólk sem í sjálfboðavinnu daginn út á daginn inn og að rembast við að reyna að láta hennar rekstur ganga upp, sé stundum að gefast upp. Og ég tala nú ekki það eftir ástand eins og COVID að fólk sé að brenna út í slíku sjálfboðaliðastarfi. Þannig að þetta svona viðfangsefni og vangaveltur mína bara svona af því að þetta auðvitað mikilvægt að þetta starf, þetta íþróttastarf haldi hér áfram og fari hér fram því að þarna að ræða forvirka aðgerð, þetta lýðheilsumál,
En við erum líka með annars konar hluti, tómstundir, við erum með listir sem að þurfa auðvitað stuðning líka og okkar fólk að lifa í og nærast í. Þannig að það er bara spurning á að fara að gera upp á milli barnan okkar. Hvernig eigum við að nálgast það sem ekki er lögbundið og hvernig ætlum við að sinna því til framtíðar. Þetta er bara viðfangsefnið okkar eilíft og bara fín umræða að taka hana hér inn á borð. Mér langar aðeins að nefna vegna orða bæjarfulltrúa Gunnars Þórarinssonar að það er verið að byggja stórt og mikið íþróttahús í Njarðvík. Það hús mun rúma 1200 áhorfendur. Og ef að Njarðvík kýs að fara í það hús, þá er það velkomin. Sveitarfélag þarf að fara vel með sína fjármuni og reyna að samnýta þá starf íþróttahreyfingana og skólana. Og slíkt er hægt inn í Njarðvík þegar það hús verið tilbúið. Og þannig hefum við gert það hér í Keflavíkurmegin, samnýtt Keflavíkurhúsið með Holtaskóla. Þannig að innan skams verður úrlausn á þessu. Njarðvík mun fá glæsilega aðstöðu til þess að keppa á með áhorfendum sem að geta verið alltaf 1200 manns. Þannig að ég er bara kátur með að sjá þetta gerast. En meira var það ekki. Styrmir Gauti Fjallstig, gerðu svo vel. Forseti, ég vil byrja á að koma upp vegna erindis 4 og 5 sem eru þá svokallegi COVID-styrkir til deildana og lýsa yfir ánægju minni með þessa styrki. Undir lið 6 og 7 sem er þá endurnýjun samnings reksturs íþróttasvæða, þá hefur maður svo sannarlega orðið var við það síðustu ár að það hefur verið kallað eftir því að þessi samningur verið hækkaður og bara mikil ánægja að hann hafi verið hækkaður núna. En ég hef samt ekki orðið var við það að þessi umræði hafi mikið verið að skila sér í fundagerðir bæjarráðs eða fundagerðir íþrótta- og tómstundaráðs þar sem það er formlega bókað þessi 2 mál. Nema bara þá síðast á haust þar sem þetta var það sem kom formlegt erindi síðast á haust 2021. En bara mikil ánægja að þetta sé komið í gegn og það allavega hækkað þessa upphæð fyrir bæði félög. Og svo vil ég líka enda á því að lýsa mig vanhæfan að sitja hjá undir nokkru liðum minna sem er þá liður 4, 7 og 8. Viltu vita af hverju? Og ástæðan fyrir því er að á síðasta aðalfundi knattspyrnudeildarinnar með FEN þá tók ég sæti í stjórn deildarinnar, þannig að mér fannst ekki viðeigandi að vera kjósa með undir þessum liðum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem hafa óskað eftir að tjá sig fundargerð bæjarráðs. Svo virðist ekki vera, en þeir sem samþykkt geta Guðný Birna Guðmundsdóttir, fyrirgefðu, gerðu svo vel. Kæra þakkir, herra forseti, fyrir að gefa mér séns að koma inn upp. Kæra forseti og kæri bæjarfulltrúar, já, þetta er mjög gleðilegt að við erum að samþykkja hérna hækkun og styrkjum bæði til Keflavíkur og Njarðvíkur. Ekki veitir á, vonandi eru bara blómlegi tíma framundan með börn á mótum hérna út allt og við getum farið að styrkja þetta starf aftur. Mér langar aðalega að koma hérna upp undir lið 2 og 3 undir fundargerð bæjarráðs frá 28. apríl síðastliðnum, þar sem að mér langaði að vekja athygli á því hversu þakklátt ég er að bæjarráð samþykkti
viðauka í fjárhagsáætlun fyrir sumarstarf fyrir ungmenni með stuðningsþarfir og sumarúrræði fyrir börn einnig. Þessi ævintýrasmiðja hóf göngu sína síðasta sumar og gekk mjög vel og ég veit að aðsókn í úrræði meira núna í ár, þannig að það verulega ánægjulegt að við höfum samþykkt að setja 4 milljónir í þetta núna í sumar. Og einnig í sumarstörf fyrir ungmenni með stuðningsþarfir settum við tæpar 8 milljónir út af því að það verulega gott að þessi ungmenni geta verið í 88 húsinu meðal annars og fá þar aukinn stuðning. Þannig að mér langaði bara að koma flagga þessu sérstaklega og koma fram þakklæti mínu að þetta hafi verið samþykkt. Og já, áfram Keflavík Njarðvík og allt það. Takk. Takk fyrir þetta. Ég var vonandi ekki að missa neinum, en orðið ennþá laust. Það ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerð bæjarráðs. Þeir sem samþykkja fundargerð bæjarráðs eru beðin að gefa merki. Og það samþykkt 11.0. Og þá komið að fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. apríl. Og þar eru 3 liðir sem við þurfum að afgreiða sérstaklega. Fyrstur þar liður númer 2 sem borgaður 15 og varðar bílskur. Orðið laust þennan lið. Það enginn sem kveður sér ljós undir þessu lið. Þessi samþykkt geta lið númer 2 eru beðin að gefa merki. Hann samþykktur 11.0. Þá það lið númer 3, Fitja ás 24, stækkun á byggingareitt. Orðið laust lið númer 3. Og það enginn sem kveður sér ljós undir þessu lið. Þessi samþykkt geta lið númer 3 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 11.0 og þá það liður númer 4 sem Brekadalur 55, breyting á byggingareitt. Orðið laust lið númer 4. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 4 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 11.0 og þá gef ég orðið laust fundargerð að öðru leyti. Það enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. apríl eru beðin að gefa merki. Og hún samþykkt 11.0 og þá komið að fundargerð barnaverndarnefndar frá 25. apríl. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér ljós en fundargerð barnaverndarnefndar eru ekki hér til sérstakar afgreiðslu og hún bara lögð hér fram. En þá komið að lið númer 4 sem fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 27. apríl, orðið laust. Friðjón Einarsson gerir svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, nokkur orð fundargerð menningar og atvinnuráðs. Í fyrsta máli þá var farið yfir markastefnuna sem við höfum hér í bæjarstjórn fengið kynningu á, drög á markastefnu og verðum við að fagna þessu að það komið markastefna, tillaga markastefnu fyrir Reykjanesbæ og mínu viti mjög vel unnin, vönduð og spennandi til framtíðar. Annað sem var rætt yfir eins og venjulega voru atvinnumálin og síðan atvinnuleysistölurnar. Það mikill áhugi núna hjá ýmsum fyrirtækjum að fara í samstarf við Reykjanesbæ. Það mun meiri áhugi á lóðum, iðnaðarlóðum heldur en áður. Ný fyrirtæki hafa verið að koma og spennandi tímar framundan í atvinnumálum. Mér finnst svona dálítið eins og við séum að sjá til sólar í því og enda sjáum við það núna með atvinnuleysistölurnar að þær eru komna núna niður í 8,8 og þegar við hugsaum aðeins hvernig það var fyrir ári síðan, hvernig var að standa í að reka sveitafélag með 25% atvinnuleysi. 1 af hverjum 4 atvinnulaus. Man finnst alveg eins og þetta séu 1000 ár síðan en ótrúlega sérstakt að lenda í því á 3 árum að fara úr 4% atvinnuleysi í 10%, svo upp í 25% og svo núna eru komin í tæplega 9.
Við vona að við lifum ekki svona sveiflur áfram. Þetta komið eiginlega alveg gott af því. Eftir aldamótin hefur Reykjanesbær þurft að glíma við margar sveiflur og það væri gaman að geta fengið kannski í næsta tuginn svona jafnan betri. Ýmislegt er tekið fyrir á fundum þessa ráðs, margt skemmtilegt, menningarmálin eru alltaf sterk, mikið að gera og mikil þáttaka í verkefnunum hjá okkur og núna barna- og ungmennahátíð Reykjanesbær fór fram helgina og það var alveg með ólíkindum að horfa á alla krakkana og foreldrana hlaupandi eftir þeim að leita að baunum út allt. Ég var á nokkrum stöðum og meðal annars með barnabörn og þetta er alveg sérstakt upplifelse að leita að baunum út allt og mikil stemming og mikil þáttaka og ber að þakka fyrir þetta verkefni hversu skemmtilegt það er og ekki er verra þetta nafn sem hátíðin heitir, baunin. Síðan langar við að nefna þetta eitt að Íslandsbanki þegar eignarhaldi á Íslandsbanka var breytt þá var ákveðið að gefa völdum söfnum á Íslandi listaverk og sérstakur hópur hafi verið settur á laggirnar til að vinna þetta verk og við fengum 2 verk að gjöf í Listasafni Reykjanesbæjar og verkin eru Heiða við eldinn eftir Huldu Hákonardóttur og síðan verk án heitis eftir Jóhannes Kjarval og mér finnst þetta virkilega rausnarlegt af ríkinu að gera þetta og fyrir það ber að þakka. Nú margt var rætt og margt var skemmtilegt og en það bíður betri tíma. Takk fyrir. Orðið laust. Það hafi ekki fleiri hvaðsir ljósið til fundargerð menningar atvinnurás, þeir sem samþykkja á fundargerð menningar atvinnurás. Þeir beðum að gefa merki og hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að lið nr. 5 sem er fundargerð framtíðarnefndar orðið laust. Vill einhver tjá sig undir fundargerð framtíðarnefndar? Svo virðist ekki vera. Þeir sem samþykkja fundargerð framtíðarnefndar beðum að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0. Og þá er komið að fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 28. apríl, orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið, þeir sem samþykkja fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar beðum að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að fundargerð fræðslurás frá 29. apríl, orðið laust. Anna Sigríður Jónsdóttir gerir svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, við kemum undir fundargerð fræðsluráðs, mál nr. 6, skólaforðun, en Haraldur Axel Einarsson, grunnskólafulltrúi, gerði grein fyrir málinu. Það var lögð fram samantekt grunnskólafulltrúa og yfirsálfræðings skólaþjónustu vegna fyrirspurnar frá kjörnum fulltrúa í fræðsluráði. Ég ætla nú ekki að fara að lesa upp alla fyrirspurnina, en það sem ég tók eftir hérna í lokin og vakti athygli mína er að fræðsluráð hvetur til þess að lögð verði enn meiri áhersla á þverfaglegt samstarf allra sem koma að menntun og velferð barna til að sporna við skólaforðun nemenda í grunnskólum og enn fremur lagt til að við fjárhagsstofnanagerð fyrir árið 2023 verði gert ráð fyrir stöðugildum skólafélagsráðgjafa. Og þegar ég rakk augun í þetta þá hugsaði ég til kjörtímabilsins á undan þessu. Þá satt ég sem aðalmaður í fræðsluráði fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins áður en ég fór í bæjarstjórn ásamt Árna Sigfússyni og ég man eftir því þegar þetta kom fyrst upp á borð skólaforðun og ég man eftir að það var lögð mikil vinna í aðgerðaáætlun og margt gott sem þurfti að fara í gang og það var mikil samvinna
og þetta er í rauninni stórt verkefni sem að kennarar get ekki tekið á og enginn ætlast örugglega til þess að kennarar sjái Þannig að það bara vakti athygli mín að sjá þetta í þessari fundagerð að leggja áherslu á að fjölga, að fá stöðugildi fyrir skólafélagsráðgjafa og ég fagna því. Ég held að þetta er verkefni sem að þarf að taka á inn í öllum skólum og við erum að reka 7 stóra grunnskóla og Margrét Þórarinsdóttir hefur oftar en einu sinni sagt á þessu kjörtímabili að það þurfi að hafa félagsráðgjafa inn í skólum. Þetta er í rauninni stórt forvarnaverkefni og ég held að allir séu sammála um því og þeir sem starfa hjá fræðslusviði að þetta er ekki verkefni sem kennarar sjá einir. Þetta er miklu stærra verkefni og ég fagna þessu. Takk. Orðið laust. Margrét Sanders Skirsvæl. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það er áhugaverðar reglur sem eru settar fram í 8. máli, reglur stuðning við starfsfólk leik- og grunnskóla sem fer í réttindanám. Þetta er í heildina gott plagg og mikilvægt og við skulum átta okkur á því að í leikskólum, ég ætla að fara að segja leikskólum borgarinnar, ef við kannski að breyta nafninu okkar bara í Reykjanesborg, en í leikskólum bæjarins, Reykjanesbæjar, eru 26% af starfsfólkinu menntaðir leikskólakennarar eða kennarar. Og það er áhyggjuefni og ekki síst þar sem að þarf að bæta verulega í varðandi leikskóla og fjölga leikskólum og þá fjölga börnum á leikskóla og þá lækkar þessi prósenta þráttur að við séum með ákveðin hóp sem er í námi. Það sem er líka sorglegt er að það var samningur, skils mér, eða Keilir og Háskóli Íslands, samningur þar og þar var tekið ekki núna í haustlutu þar á undan, voru einhverjir aðilar sem fóru í nám, en það nám, samkvæmt eða þeim sem er í náminu, hófst sem fjarnám, en er mikið staðnám núna og mikið í lotum og mikið á vinnutíma. Þetta er auðvitað, svo er spurning, er Háskólinn á Akureyri ennþá að bjóða upp á fjarnám og MSS sem var að styðja að það er ekki núna í gangi hér allavega en það voru fjöldi sem að útskrifaðist þannig og er það vel. Við þurfum öll að leggjast á eitt og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að fjölga réttindafólki af leikskólakennurum í okkar leikskólum. Og auðvitað á þetta líka við grunnskólakennara og í daglegu tali tölum við núna ekki lengur leikskólakennara og grunnskólakennara heldur kennara. Og þarna þurfum við virkilega að spýta í lófana og þetta verður áskorun á næsta kjörtímabili. Ef ég sný mig beint að þessu reglum, þá eru 2 atriði sem að ég vil, og eftir að hafa farið í gegnum þetta með leikskólakennurum, að þá er það 2 sem að mig langar til að nefna hér, að það er að háskólanámið er oft, að umsóknarfrestur er fram í júní og þá er spurning hvort að við ættum að lengja þennan umsóknarfrest, það stendur fyrir maí ár hvert, að áskilja okkur réttum að breyta því, við getum samþykkt þessar reglur þráttur það, ég heldur sem að mestuleyti sammála þeim. Eitt sem að er hérna sem að þráttur að orðalagið sé teygjanlegt og þarna það stendur einungis mælst er til, að þá er þetta ólöglegt og engin ástæða til að hafa það inni og ég ætla að lesa þá grein að í 5. grein stendur starfa námi loknu. Mælst er til þess að styrkþegi starfi hjá Reykjanesbæ í að minnstakosti 2 ár eftir að námi lýkur. Það stendur mælst er til
og það er þetta er í rauninni verið að höfða til heiðursmannasamkomulags. Ég veit ekki hvernig við eigum að orða þetta, en það er voða vont að hafa inn í reglunum eitthvað svona. Ég veit ekki hvernig við eigum að orða þetta. Ég er ekki með tillögu hvernig að orða þetta, en mér finnst kannski einhvern veginn hægt að orða þetta en að hafa þetta sérstaka hluta af reglunum með sérstakt meðan þetta er ólöglegt. Þannig að ég held að við þurfum eitthvað að hugsa þetta. En ég ætla að samþykkja þessar reglur, en allavega varðandi tímasetninguna með 1. maí, að hvort við getum samþátt að forseti með fyrirvara breytinga á tímasetningu, af því þetta er ekki neitt stórt mál, að bara kanna það með fagfólkinu hjá bænum og aðeins að kanna með lögmanninum hvernig við eigum að orða síðustu málsgreinina. Þetta er svona tvennt sem að ég vil leggja áherslu á. Já, ég vil bara þakka fyrir þessar ábendingar sem koma þarna fram hjá bæjarfulltrúa Margréti. Ég veit reyndar ekki hvort að það sé eitthvað ólöglegt við það að segja mælst er til. Það er ekkert verið að skipa neinum eða skylda neinn, heldur eins og bæjarfulltrúum benti á að þarna er verið að mælast til. En ef einhver vafi leikur á þessum reglum, þá held ég að það færi bara best á því að við myndum vísa þeim í bæjarráð til frekari skoðunar. Áður en að við myndum samþykkja þeirra. Það vont að samþykkja einhverja hluti með fyrirvara. Þannig að ég held að það sé bara eðlilegt að við, áður en að við förum að samþykkja þetta, að við tökum bara eitt skrens á þessu til viðbótar og vísum þessu þá til bæjarráðs til frekari skoðunar. Þeir sem samþykkja þetta eru beðin að gefa merki. Það er allavega samþykkt. En orðið þá laust fundargerðina. Jóhann Friðrik, gerðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mig langar að þakka Margréti Sanders bæjarfulltrúa fyrir að nefna hérna fagháskólanámi í leikskólafræðum sem fór á stað í samstarfi Háskóla Íslands og Keilis haustið 2020 og það var reynt að fara af stað með annan hóp, náðist ekki lágmark, en það munaði litlu, þannig ég ætla að leyfa mér að vera vongóður að það náist í hóp núna í haust. Eins og kannski bæjarfulltrúar og fleiri vita þá gekk Keilir gegnum fjárhagslega endurskipulagningu og það er ekki gert ráð fyrir þeim kostnaði sem að hlausta af hálfu Keilis í fjárhagsáætlun skólans vegna þess að það náðist ekki í hóp síðast og ykkur til upplýsinga þá hef ég vakið máls á nákvæmlega þessu við ráðuneyti menntamála og þegar var farið af stað með þetta verkefni þá lögðust allir á eitt og það lögðu allir eitthvað í púkið ef við svo má segja. Háskóli Íslands hafði fjármagn sem að skólinn af með minnir fékk í gegnum COVID-stuðning til þess að færa út kvíarnar í kringum höfuðborgina og Keilir lagði sitt að mörkum en ekki síst sveitarfélögin og Suðurnesjum sem skrifuðu undir viljayfirlýsingu það að veita sínum leiðbeinendum í leikskólum sem höfðu áhuga á því að sækja í náminu ákveðið svigrúm til þess að sinna því. Þáttur Keilis og ástæðan fyrir því að háskólinn lagði mikla áherslu á aðkomu Keilis einmitt þetta sem snýr að fjarnáminu. Keilir hefur svona tekið forystu á því sviði, sérstaklega í vendinámi og ég er auðvitað að vona að sá þáttur sé að skila sér til nemenda. Það er allavega ástæða til þess að lyfta því þá enn frekar upp ef að það er upplifun þeirra nemenda sem eru í náminu og eru að útskrifast núna í vor að það hefði mátt vera meira fjarnám. Nú, af þessum 19 nemendum sem eru að útskrifast í vor, þá eru allflestir hér á Suðurnesjum 14 talsins
7 úr Reykjanesbær, 2 úr Suðurnesjabæ, 2 úr Vogum og 3 úr Grindavík. Háskóli Íslands hafi farið af stað áður með svipað nám, þó ekki með kannski eins miklum fjarnáms þætti inn í á Suðurlandi. Þannig að með fylgdu þarna í fyrsta hóp 5 nemendur sem hefðu verið í kynnt sér námið á Suðurlandi. Ég veit að Keilir hefur haft samband við fleiri sveitarfélög það hvort það sé grundvöllur til þess að reyna að fá enn stærri hóp, meðal annars Hafnarfjörð að máli. En miðað við þær upplýsingar sem ég hef, þá virðist vera mikill áhugi í Reykjanesbæ og Suðurnesjum að bæði að reyna að tryggja það að þeir starfsmenn sem vilja sækja námið í haust hafi svigrúm til þess og það verði hægt að fjármagna námið. Og þær upplýsingar hafa borist frá Háskóla Íslands. Háskóli Íslands tilbúin til þess að fara af stað með annan hóp að því gefnu að fjármögnun og hluta Keilis fáist frá ríkinu. Ég hef ekki fengið svar við fyrirspurn minni, en ég get þó sagt að vel var í hana tekið. Við erum ekki að tala mjög háar fjárhæðir í þessu tilliti. Það væri mikilvægt fyrir okkur sveitarfélögin á Suðurnesjum að geta haldið dampi þessu, bæði fyrir Keili og ekki síst fyrir leikskólan okkar sem við viljum að sjálfsögðu styðja við og efla menntun okkar góðu starfsmanna sem að þar vinna. Þannig að ég þakka Margréti fyrir að nefna þetta. Vist, áhugavert að við svona finnum samhljóm og stuðning víða í samfélaginu við þetta og ég held að þetta geti verið verkefni sem að mætti horfa til varðandi nám, ekki bara fagháskólanám, heldur bara ekki síst það nám sem að Háskólinn á Akureyri að bjóða fram og Háskóli Íslands, þannig að fólk geti menntað sig í heimabyggð. Við erum nú einu sinni með Keilir hér á Ásbrú sem á eflaust eftir að vaxa og dafna og ég að vonast til þess að þessi sproti muni einmitt ýta undir það að við getum boðið upp á breiðara námsframboð á næstu misserum. Takk fyrir þetta, Jóhann. Það hafa ekki fleiri kvassi ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykja geta fundargerð fræðsluráðs frá 29. apríl eru beðin um geðmerki. Og fundargerðin samþykkt 11:0 og þá komið að því að kjósa undir kjörstjórn vegna sveitarstjórnarkosninganna 2022 og við höfðum í gögnum okkar tillögu frá yfirkjörstjórnum þá aðilega sem að óskaður eftir að skipi undir kjörstjórn og orðið laust þetta. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta tillögu yfirkjörstjórnar hverjir skuli sitja í undir kjörstjórn eru beðin um að gefa merki. Og það samþykkt 11:0 og Jóhann Friðrik vegna tengsla situr hjá. Og þá ágætu bæjarfulltrúar komið að síðasta lið þessa fundar sem ársreikningur Reykjanesbæjar og fyrstur hefur beðið orðið bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, hér eru við í annar umræðum ársreikning Reykjanesbæjar og samstæðunar fyrir árið 2021. Ég ætla bara í örstuttu máli að rifja upp aðdraganda þess að við erum hingað komin. En drög ársreikningi voru lögð fram í bæjarráði þann 13. apríl 2022 og eftir yfirferð og umræður þar og þeim vettvangi var reikningnum vísað í endurskoðun og svo til fyrri umræðu á bæjarstjórnarfundi þann 19. apríl síðastliðinn. Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs A-hluta var þá jákvæð 2058 milljónir króna
og rekstrarniðurstaða samstæðu A og B hluta var á sama tíma jákvæð 206 milljónir króna. Á bæjarstjórnarfundi þann 19. apríl síðastliðinn, þar sem drög að ársreikningi voru tekin til fyrri umræðu, eða í réttara sagt ársreikningurinn, hafði orðið breyting á lífeyrisskuldbindingu því að í ljós hafði komið að útreikningur rekstrarkostnaðar var of hár í drögunum sem nam 112 milljónum króna. Eftir þá breytingu var rekstrarniðurstaða orðin jákvæð í bæjarsjóði 2170 milljónir og í samstæðu A og B hluta jákvæð 318 milljónir króna. Að lokinni fyrri umræðu í bæjarstjórn og áðurnefndum lagfæringum á útreikningi lífeyrisskuldbindingar var ársreikningur tekinn á dagskrá bæjarráðs aftur þann 28. apríl. Á þann fund mættu auk starfsmanna Reykjanesbæjar, það er að segja fjármálastjóra og deildarstjóra reikningshalds, endurskoðendur frá Grant Thornton sem hefur endurskoðað bæinn síðastliðin 6 ár. Þeir fóru yfir sína vinnu og lögðu fram endurskoðana skýrslu sem fylgir hér með fundarboði bæjarstjórnar í dag. Þar á fundur kom fram að endurskoðun væri lokið og reikningnum vísað til seinni umræðu og afgreiðslu á bæjarstjórnarfundi í dag, 3. maí. 2 breytingar voru komnar inn í ársreikninginn frá 19. apríl síðastliðnum. Annars vegar sú að reiknuð tekjufærsla vegna upplausna leigusamninga á móti leigðum eignum af eignarhaldsfélaginu Fasteign ehf. sem áður hafði verið færð meðal rekstrartekna var nú færð neðst í rekstrarreikninginn og flokkuð sem óreglulegu liður. Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs A-hluta breyttist ekki við það. Í samstæðureikningi A og B hluta var ekki búið að jafna út viðskipti milli Reykjanesbæjar og eignarhaldsfélagsins Fasteignar ehf. Að fullu og munaði þar 1244 milljónir króna í reiknaðri tekjufærslu sem var jöfnuð út að fullu. Endaleg rekstrarniðurstaða samstæðunnar er því neikvæð 926 milljónir króna. Ég verð að segja að ég er nokkuð sáttur við þessa niðurstöðu, þessa endalegu niðurstöðu í ljósi alls þess sem á undan er gengið þó að auðvitað hefði verið ánægjulegra að hafa samstæðuna í plús, en rétt skal vera rétt og nú er þetta rétt hjá okkur og vil ég þakka fjármálastjóra Reykjanesbæjar Regínu F. Guðmundsdóttur og deildarstjóra Reikningshalds Þorgeiri Sæmundssyni fyrir þeirra vinnu sem og endurskoðendur Grant Thornton, þeim Theodóri Sigurbjörnssyni og Sturlu Jónssyni fyrir ánægjulegt samstarf undanfarin 6 ár. Virðulegur forseti, ég fór ágætlega yfir helstu lykiltölur í fyrri umræðu á síðasta fundi. Ég get gert það aftur ef bæjarfulltrúar óska eftir því, sjálfsagt. En ég ætla bara að heyra hvað menn hafa þetta að segja, þannig að ég er tilbúinn ef út í það er farið. Takk. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Áður en ég gef orðið laust, þá vil ég fá að fara aftur tilbaka í þann lið sem var á undan. Þar sem við vorum að samþykkja við fulltrúa í undirkjörstjórn. Forseta láðist að leggja það til við bæjarstjórn að veita bæjarráði fullnaðarumboð til þess að annars leiðréttingar og afgreiðslu athugasemda vegna kjörskráar ef að þær skyldu koma upp. Þannig að ég óska þá bara eftir því að fá að bera það upp að við veitum bæjarráði slíkt fullnaðarumboð. Þessi samþykkt geta það beðið með gefamerki. Það er samþykkt 11-0 og þá vil ég ágætu bæjarfulltrúar gefa orðið laust ársreikning Reykjanesbæjar. Baldur Guðmundsson gerir svo vel. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, endurskoðandi og fjármálastjóri. Þá er komið að þessu skemmtilega lið að fara yfir ársreikninginn og þessi ársreikningur er sérstakur að mörgu leyti, sérstakt árferði, sérstakar millifærslur, sérstakt frávik frá áætlun
og á allan hátt bara mjög sérstakur. Niðurstaðan, heildarniðurstaðan er svona jákvæð, neikvæð eftir hvað maður tekur inn í þetta. Og við viljum taka undir með Kjartani og þakka fjármálastjóra og hans fólki fyrir og endurskoðendum fyrir góða vinnu. En að venju þá náttúrulega viljum við bóka eitthvað smávegis okkar sýn á ársreikninginn og þá bara með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa þessa bókun. Ársreikningur Reykjanesbæjar er nú lagður fram til samþykktar og má með sanni segja að margt komi á óvart í niðurstöðutölunum. Hagnaðar af rekstri bæjarsjóðs telst vera rúmir 2 milljarðar en þegar tekjufærsla vegna yfirfærslu eignarhaldsfélagsins Fasteignar EHF að upphæð 3,5 milljarðar er dregin frá, þá er niðurstaðan tap upp á 1355 milljónir sem er mun betra en áætlað var því búist var við 3 milljarða króna á tapi. Skatttekjur voru verulega vanáætlaðar sem eru jákvæðar fréttir sem og að framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga jukust umfram væntingar. Starfsfólki heldur áfram að fjölga hlutfallslega umfram fjölgun bæjarbúa. Stöðugjöldum fjölgar 55 milli ára eða 5,8% á meðan íbúum fjölgar 3,6%. Og launakostnaður eykst rúmlega 12% á milli ára. Annar rekstrakostnaður eykst síðan 14% á milli ára samkvæmt endurskoðunarskýrslu. Heildarskuldir og skuldbindingar í samanteknum ársreikningi nám 45 milljörðum króna og hafa aukist 5 milljarða síðustu 8 árum, þrátt fyrir að tekjur hafi aukist 80,5%. Í annað skipti á þessu kjörtímabili þá eru bókhaldslega tilfærslur eða sala á eignum Reykjanesbæjar að rétta við rekstrarreikninginn. Árið 2019 skiluðu svokölluð magmabréf álitlegum hagnaði sem myndaði langstærsta hlutann af hagnaði þess árs og gerði bænum kleift að fjármagna byggingu Stapaskóla án lána. Nú eru það eignir sem leyndust í eignarhaldsfélaginu Fasteign EHF sem hjálpa til við uppgjörið. Eignir sem fullyrt er að hafi verið seldar af fyrir meirihluta. Í endurskoðunarskýrslu þeirri sem lögð er fram með ásetningi kemur hið rétta fram því að þar segja endurskoðendur sömu eignir voru fyrir á efnahagsreikningi bæjarsjóðs sem leigueignir og var bókfært verð þeirra umtalsvert lægra. Bókhaldstilfærslu mynda einnig verulega tekjur í ársreikningi Reykjaneshafnar en þar er tekjufær niðurfelld skuld við bæjarsjóð að upphæðum 3 milljarðar króna. Í fjárhagsáætlanagerð síðustu ára hefur meirihlutinn stært sig af því að vanáætla tekjur og ofáætla gjöld til að hafa borð fyrir báru. En fyrr má nú aldeilis róta en dauðróta þegar tekjur eru vanáætlaðar nærri 2,5 milljarð. Við fögnum jákvæðri niðurstöðu á rekstri bæjarsjóðs þó hann sé bundinn þessum annmörkum sem hér er getið en höfum áhyggjur af þeirri fjárhagsáætlun sem nú er unnið eftir. Nú virðist meirihlutinn hafa vanáætla gjöldin hressilega því í hverri viku er bæjarráð að vísa erindum upp á 10 milljóna til viðauka í fjárhagsáætlun. Starfsfólki færum við þakkir fyrir þrotlausa vinnu og gott samstarf við gerð ársreiknings og fjárhagsáætlunar. Þeir sem skrifa undir þetta er Margrét Sanders, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir frá Sjálfstæðisflokki, Gunnar Þórarinsson frá Frjálsafli og Margrét Þórarinsdóttir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Baldur. Já, við ræðum ársreikning síðasta árs hér í síðari umræðu og sjáum að það eru breytingar á milli umræðna talsverðar og það sem að mér finnst auðvitað vont að sjá slíka breytingar. Það er vont að maður hafi ekki fullnægar upplýsingar þegar verið er að skoða þessa hluti og setja eitthvað fram og ræða einhverja hluti. Við ræddum reikninginn talsvert á síðasta fundi.
en eru nú að sjá aðra niðurstöðu af reikningi. En þarna sjáum við kannski helst í þessu er þessi breyting sem eiga stað í samstæðunni, að 300 milljón krónar rúmlega hagnaður fyrir neikvæða að koma upp á 926 milljónir og það er auðvitað, mann þykir að vont þó að hérna við erum að sjálfsögðu að tala fjármuni sem urðu til við þessa tilfærslu eigna úr fasteign yfir í sveitasjóð. Og þar lágu auðvitað bara á baki samningar sem búið var að gera að við fengjum að kaupa þessar eignir á því verði sem lánin stóðu í. Og það er auðvitað að hjálpa okkur en samkvæmt þessum bókarslögum eigum við að taka þetta inn á raunverði og við það myndast þessi hagnaður. Ég held að hafi enginn verið að reyna að dylja það með einhverjum hætti að við værum að fela okkur á bak við það. Ég sagði það á síðasta fundi að það er tap á sveitarfélaginu. EBITDAn er fín en það er tap á sveitarfélaginu. Við erum auðvitað á þessu ári að koma út úr erfiðu COVID-ástandi árinu 2021 með atvinnuleysi hér upp á 25% og það hafði auðvitað áhrif að fólk hafði ekki eiginlega tekjur af atvinnu heldur engu atvinnuleysistryggingar og það getur munað talsverðu í útsvari að þannig sé það. Ég er hins vegar bara nokkuð sáttur. Baldur nefndi nú hér, bæjarfulltrúi Baldur, að í áætlun hafi verið gert ráð fyrir 3 milljarða tapi í ár. Við vorum að gera ráð fyrir 2,4 milljarða tapi og síðan komu viðaukar upp á 500 milljónir sem að gera það verkum að tapið hefði geta orðið 3 milljarðar en sem betur fer var það ekki niðurstaðan. Þannig að við skoðum þetta tímabil frá því 2019 þegar við upplifum það að Vá fór og atvinnuleysi sem við vorum eiginlega búin að setja Íslandsmet í hinum endunum. Við höfum alltaf verið með Íslandsmet í mesta atvinnuleysinni, við vorum komin eiginlega í Íslandsmet í minnsta atvinnuleysinu og þegar það fóru því upp í 10% atvinnuleysi þá var auðvitað staðan orðin talsvert snúin og ég held að við hljótum öll að gleðjast yfir því að sveitarfélagið hafi ekki farið á hliðina á þessum tíma, bæði við fall Vá og síðan við það atvinnuleysi sem hér skapaðist vegna þess að við erum svo háð því sem gerist upp í flugstöð að það hefur alltaf mikil áhrif á þann rekstur sem að sveitarfélagið er að sinna. En okkur hefur stundum orðið tíðrætt eitthvað sem heitir sveitarfélagið á vaxtarsvæðum. Og Reykjanesbær hefur nú verið skilgreindur sem slíkt sveitarfélag og staðan slíkra sveitarfélaga getur oft verið snúin vegna innviða uppbyggingar þarfar sem er til staðar þegar mikill mannfjöldi flytur á skömmum tíma á einhver stað og þarf á þjónustu að halda, þá eykur það auðvitað álagið á sveitarfélagið og mér langar bara aðeins af því að við erum að fara hérna yfir reikningi á sveitarfélagi sem að mætti telja sem sveitarfélag á vaxtarsvæði að bera saman annað sveitarfélag á vaxtarsvæði sem er sveitarfélagi Árborg. Sveitarfélagi Árborg er það bil helmingi minna heldur en við. Þau eru það bil rúmlega 10.000 íbúar og niðurstaðan úr þeirra reikningi, hún er þannig að
sveitafélagi hlutin er að með neikvæða afkomu upp á 2,1 milljarð. 2,1 milljarð og samstæðan þar er með neikvæða afkomu upp á 1790 milljónir. Eigið fé Árborgar í A-hlutunum eru 244 milljónir en eigið fé Reykjanesbæjar eru 12 milljarðar. Samstæða Árborgar á 3,8 milljarða en samstæða Reykjanesbæjar á 28 milljarða. Skuldaviðmið Árborgar er núna í A-hluta 138% en er hjá okkur 102%. Skuldaviðmið í samstæðunni á þeim er 135 en er 120 hjá okkur. Þannig að við erum ekki lengur Íslandsmeistarar. Allavega ekki þessu. Sveitafélagi Árborg glímir eins og við það að fjármálaráðuneytið breytti útreikningi lífeyrisskuldbindinga á síðasta ári og hefur haft áhrif á mörg sveitafélög. Árborg gerði ráð fyrir því í fjárhagsáætlun að þurfa að borga 152 milljónir í lífeyrisskuldbindingar en enduðu á því að þurfa að borga 579 milljónir. Þetta hefur auðvitað áhrif á reikninga sveitafélags, alveg saman hvaða sveitafélag er og við sjáum það hjá okkur að við erum að glíma við þetta líka að hafa fengið stóran skell í þessu. Við skuldum núna í skuldbindingin í skuldbindingin er í dag einhverju 7,5 milljarður. Og sjáu þið, þetta eru bara stóri peningar sem að sveitafélög þurfa að glíma við út af þessu gamla lífeyriskerfi. Ég er ekki að leggja þetta fram til þess að hreykja mér eitthvað betri stöðu hér, heldur bara nefna það að sveitafélög sem að glíma við mikla breytingar stuttum tíma, þau geta farið illa. Og sveitafélagi Árborg er greinilega að fara illa. En við erum ekki að gera það. Það hefur gengið að halda sveitafélaginu gangandi þrátt fyrir það að það væntur árangur okkar hafi ekki gengið eftir vegna ytri aðstæðna sem enginn sá fyrir. Þannig að ég er tiltölulega sáttur með það að sjá að þessi tími er þó þannig að við erum með skuldaviðmið hér í þessu sveitafélagi sem er langt frá fjárhaldsreglunum sem eru 150%. Verandi komin í 120% á þessum tíma er auðvitað bara hið besta mál og eftirlitsnefndin getur þá bara verið að sinna öðrum störfum heldur en að vera að skipta sér okkur. Þannig að ég er bara kátur með að staðan sé orðin þessi og það hefur ekkert gerst bara af því að við í meiri hlutunum séu svona duglegir eða því að bæjarstjórinn séu svona duglegur. Það er bara ýmislegt unnið með okkur. Sem betur fer hefur ýmislegt unnið með okkur. Margir hafa verið duglegir. Bæjarstjórinn er duglegur. Starfsmennirnir okkar eru duglegir. En það hafa bara líka ytri aðstæður eins og fjölgun ferðamanna að hjálpa til. Og þess vegna erum við í tiltölulega betri málum heldur en sveitafélag til dæmis eins og Árborg. Þannig að tekjuauki okkar sveitafélag undanfarin ár hefur hjálpað okkur verulega út úr þeim erfiðleikum sem þetta sveitafélag var komið í. En ágætu bæjarfulltrúar, þetta er nú síðasti ársreikningurinn sem ég fæ að fjalla hér og þá síðasta bókunin sem ég fæ að leggja fram hér fyrir hönd meirihluta. Ég er búin að leggja fram ansi marga bókanir bæði fyrir minnihluta og meirihluta og þetta er nú síðasta bókunin sem ég fæ þá að leggja fram í þessum stól og ég vil fá að lesa hana þá núna. Þessi síðasti ársreikningur kjörtímabilsins sýnir að sveitafélagið hefur staðist á árun sem heimsfaraldur hafði í för með sér og er tilbúið til að standa undir þeirri þjónustu sem veita þarf til framtíðar. Heildartekjur bæjarsjós A-hluta voru 21,8 milljarður og rekstrargjöld bæjarsjós námu 18,2 milljörðum.
Rekstrar niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæðum 3,6 milljarða en að teknu tilliti til þeirra liða var niðurstaðan jákvæðum 2,1 milljarð. En í áætlun hafði verið gert ráð fyrir 2,9 milljarða halla á bæjarsjóði. Það sem skýrir þessa jákvæðu niðurstöðu er að í ársreikningi er reiknuð einskiptis tekjufærsla vegna yfirtöku eigna frá eignarhaldsfélaginu Fasteign yfir í bæjarsjóð. Einnig má nefna að gjaldfær lífeyrisskuldbinding er talsvert hærri en gert hafi verið ráð fyrir og hefur hún veruleg áhrif á endanlega niðurstöðu. Heildartekjur samstæðu eða A og B hluta voru 26,8 milljarðar og rekstrargjöld 23,2 milljarðar. Að teknu tilliti til afskrifta, fjármagnsliða og skatta en eins vegna þess að í samstæðureikningi A og B hluta hefur þessari einskiptis tekjufærslu verið jafnað út í viðskiptum á milli A og B hluta er rekstrarniðurstaða neikvæð 926 milljónir króna. Hins vegar er með réttu hægt að halda því fram að sveitarfélagið standi sterkt þrátt fyrir að atvinnuleysi á Suðurnesjum hafi farið í 24,5%. Atvinnuleysið minnkar hins vegar hratt þessa dagana og væntingar eru að staðan verði orðin ásættanleg með fjölgun ferðamanna nú í sumar. Eiginfjárstaða sveitarfélagsins hefur batnað verulega og má þar nefna að árið 2014 var hrein eign bæjarsjóðs 2,1 milljarður en er nú 12,6 milljarðar. Hrein eign samstæðu er nú 28,3 milljarðar en var 7,5 milljarðar í árslok 2014. Þess má geta að á þessum tíma hafa skuldir HS Veitna aukist rúma 7 milljarða og hefur það áhrif á útreikning skuldahlutfalls eða skuldaviðmist þrátt fyrir að það muni á engan hátt hafa áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Skuldaviðmið er samkvæmt reikningi 102% hjá bæjarsjóði og 120% í samstæðu sem er langt undir þeim viðmiðunarreglum sem gilda fjármál sveitarfélaga. Það er því ljóst að vel hefur tiltekist við að halda jafnvægi í rekstri leið og lagt hefur verið í verulega fjárfestingar án lántöku. Hin nýja og glæsilega bygging Stapaskóli er gott dæmi það. Þar sem nú er komið að lokum þessa kjörtímabils viljum við kjörnir fulltrúar beinnar leiðar Framsóknarflokks og Samfylkingar nota tækifærið og þakka öllum samskiptin, bæði samstarfsfólki í bæjarstjórn og starfsmönnum öllum. Þá hefur nefndarfólk unnið af kostgæfni við að láta hlutina ganga og viljum við þakka fyrir alla þá mikilvægu vinnu sem þau hafa lagt af mörkum. Nú tekur við nýr kafli og viljum við óska þeim velfarnaðar í störfum sínum sem taka við keflinu og stýra skútunni áfram. En við erum stolt af þeim verkum sem við höfum fengið að vinna að og erum þess fullviss að framtíð Reykjanesbæjar er björt. Er eitthvað sem hefur áhuga á því að taka til máls? Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, ég ætla nú ekki að hafa stór orð þetta. Bókunin sem forseti las hérna upp var góð en mér langar svona aðeins smá. Fyrsta lagi þá fullyrti eða er svona verið að endurskrifa söguna að tala það að eignir bæjarins sem seldar voru til fasteigna hafa aldrei verið seldar og þetta sanna hafi komið ljós núna þegar kemur ljós að þær eru í efnahagsreikningum okkar. Ég vil bara minna á að þær voru seldar 2002-2003 og voru í utan efnahags Reykjanesbæjar til 2018. Þær komu inn 2018 aftur þegar við yfirtókum félagið. Þannig að það sé nú alveg sagt, þannig að menn hætti að búa til einhverja söguskýringar að eignirnar hafa aldrei verið seldar. Ég ráðum þeim sem fara niður til sýslumanns og ná sér í vefgóttorð og sést það hver átti eignirnar í 18 ár að hann var að koma aftur til okkar.
Annars ég vil nefna, hérna var talað um jöfnunarsjóð, en tekjurnar eru lægri núna frá jöfnunarsjóði í fyrra heldur en hitt í frá. Einnig ranglega sagt að Magma-bréfin hafi borgað fyrir Stapaskóla. Magma-bréfin voru eins og menn muna, þeir peningar sem komu þar inn fóru beint í að borga niður skuldir og voru ekki notað 1 króna þeim til að byggja Stapaskóla. Handbært fé hjá sveitasjóði á þessum tíma þegar byrjað var að byggja var 8 milljarðar, umtalsvert meira heldur en nokkuð tíðan kom út úr Magma-bréfinu, enda voru við skuldbundin samkvæmt samningum sem bæjarstjórn gerði að Magma-bréfi færi allt og óhreyft til að greiða niður skuldir meðal annars á þessu húsi sem skuldlaust. Ekki heldur minnst á í bókun minnihluta að aukningu skulda, eins og þau vita, fyrst og fremst aukning í samstæðus, náttúrulega fyrst og fremst aukning skulda H.S. Veitna, ekki hjá Reykjanesbæ. Þannig að það auðvelt að tala að skuldir hafi aukist mikið, en það náttúrulega skuldir H.S. Veitna sem hafa aukist á kjörtímabilinu. Svo mikið talað fjölgun og menn hafa notað orðin svo bákni burt og annað slíkt. En við vitum það að í fyrra þá var 11% fjölgun starfsmanna. Það sérstaklega skólar og velferðarsviði sem við tókum þátt í að endurskipuleggja. En ekki síst þetta tilkomið vegna gríðarlegra ráðninga sem við fórum í með stuðningi ríkisins á síðasta ári til að reyna að minnka atvinnuleysi þegar það var 25%. Þá samþykktu allir í bæjarstjórn að fara í mikla ráðningar með samstarfi við ríkið og aldrei í sögunni hafa svona margir starfsmenn verið ráðnir tímabundið til Reykjanesbæjar til að minnka atvinnuleysi. Og vorum við öll mjög stolt af því. En að tala að bákni hafi stækkað eða þessi fjölgun 11%, þá vitum við öll okkur það kom til. Mér langar líka svona í ljósi umræðu að þegar eru kosningar og fullyrðinga eins og voru viðhafðar í þessu húsi í gær að skuldir hafi ekki lækkað og við höfum ekkert gert almennilegt í fjármálum eins og fullyrt var. Það langar mig aðeins að rifja upp og ég ætla fyrst að segja það að þetta ekki tölur sem ég bý til, heldur þetta úr ársreikningi Reykjanesbæjar. Að 2018 voru skuldir A-sjóðs 29 milljarðar rúmlega. Þær eru í dag rúmlega 27. Í samstæðu voru skuldirnar 2018 49 milljarðar en eru núna 45. Í mínum huga það að skuldir þar að leiðandi lækkað umtalsvert og í algjörri andstöðu við það sem var fullyrt á sviði hérna í gær að skuldirnar hafi ekki lækkað. Eignir per íbúa, sem líka ein kennitala sem bæjarfulltrúar geta skoðað, voru 1,8 milljón 2018 en eru núna tæpur 2 milljónir. Eigið fé per íbúa voru 285.000 2018 en eru núna 620. Það var tæplega þrefaldast eignir per íbúa. Skuldir 2018 var 1.250.000 árið 2018 en eru núna komin undir 1.000 í fyrsta skipti á annan tug ára. Og til að kóróna þetta allt saman, undir milljón afsakið, eiginfjárhlutfall var 12,7% 2018 í byrjun kjörtímabilsins, í lok kjörtímabilsins er núna tæp 32%. Það mjög ósanngjarnt að háttvirtir bæjarfulltrúar skuli ekki lesa þessar tölur öðruvísi en að fullyrða það að engin árangur hafi náðst í fjármálum Reykjanesbæjar. Af því að allar tölur sem koma fram í ársreikningunum undanfarin ár sýna svo ekki sé villst að ótrúlegur árangur hefur náðst. Og í stað þess að fara svona frjálslega með tölurnar að eiga menn að fagna því að við saman höfum gert þetta. Við saman. Þannig að það væri óskandi ef háttvirtir bæjarfulltrúar myndu nú biðjast afsökunar á þessum orðum sínum sem þeir hafa haft undanfarið. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson, gerir svar.
Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar. Segjum hérna, ég get alveg svara fyrir það sem að kom fram í bókunni, en Friðjón fer dálítið geyst og gerir okkur upp alls konar frasa. Já, hann er bæjarfulltrúi ennþá. Báknið burt kemur hvergi fyrir í þessari bókun. Þú er heyrt það einhvers annars staðar. Við þurfum ekkert að tala um það. Það er engin fullyrðing að engin árangur hafi náðst og Friðjón Einarsson, bæjarfulltrúi Samfylkingar og óháðra, furðar sig á því að ég skuli ekki mæra hann í hástert. Ég er búinn að sitja hérna með honum í 12 ár. Fyrstu 4 árin var ég í meirihluta og þurfti að hlusta á Friðjón á hverjum einasta fundi tala hvað við varum ómöguleg. Og hann er búinn að taka síðan næstu 8 ár í að fylgja því eftir. Svo furðar hann sig á því að ég skuli ekki stíga hérna upp og klappa fyrir honum. Við þurfum ekki að ræða þetta heldur. Þetta er náttúrulega bara óþarfi, sko. Aukning skulda. Ég er bara að pikka upp tölu sem var haldið fram hérna 2014 að við skuldum 40 milljarða. Því var haldið fram. Það var samstæðan. Sú tala hefur aukist frá 2014. Annað að halda því fram að við höfum sagt að við höfum keypt Stapaskóla fyrir peningin. Ég sagði bara þessi tekjufærsla skapaði það svigrúm í bókhaldinu að það var hægt að greiða Stapaskóla út. Það hlýtur að vera. Ef þú fær 4 milljarða innspýtingu í reikningin, það hlýtur að spila inn. Það bara, þú veist, hlýtur að vera. Skuldaviðmið er mjög hagstætt núna vegna þess að tekjur hafa aldrei verið eins miklar. Aldrei. Tekjur hafa jafnaði svona nánast verið 2-falt meiri heldur en það sem við höfum úr að spila á sínum tíma. Ekkert að endurskrifa söguna. Þegar að vera að halda því fram að allar eignir hafi verið seldar, þá var þetta bara sett inn í félag sem var í okkar eigu. Fyrst að hluta til og síðan alfarið þegar að fært inn í bækurnar. Þannig að eignirnar fóru aldrei frá okkur. Það hefur engin annar verið að nota þessar eignir. Hvort sem við erum í þessar eign núna eða förum í skólana eða hvað, það var engin annar haft umráðarétt yfir þessum eignum. Þetta var einhver félagi sem heitir eignarhaldsfélag, sem við áttum stóran hluti og endaði með að við eignuðumst allt saman. Það er hægt að skoða sögun á marga vegu og taka punktstöðu bara eftir hvað hendar. Við vorum bara að taka punktstöðu frá því að við skildum við og það hefði margt gerst jákvætt. En ég ætla ekki að halda ykkur að hvað er að segja, ræður það hvað Friðjón er æðislegur. En þetta gengur ágætlega og við höfum alveg átt ágætt samstarf þessi 12 ár. Takk fyrir. Takk fyrir Baldur Margrét Sandgerðsson. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég vil þakka þér, forseti, Guðbrandur Einarsson, fyrir að hleypa mér ekki í pontu strax, taka Baldur fram fyrir
því að ég var gjörsamlega brjáluð þegar að þessi ómerkilega ræða bæjarfulltrúa Friðjóns kemur fram og nú var því beint gegn mér, yfirleitt því beint gegn Margréti Þórarinsdóttur og því miður get ég ekki sagt flokkinn vegna þess að hún ekki lengur miðflokksmanneskja. En þá kemur, ég veit ekki hversu oft, hann hefur sagt við Margréti Þórarinsdóttur bæjarfulltrúa að óska eftir að hún biðjist afsökunar. Hann talar niður til hennar aftur og aftur og aftur og svo segir hann og hún á að biðjast afsökunar. Nú beinir hann orðunum að mér. Segir að ég hafi sagt eitthvað á fundi í gær, að ég hafi verið að tala að sjálfstæðismenn hafi skilið svo frábærlega við, að þetta væri allt svo frábært. Ég tók það sérstaklega fram. Ég ætla ekki að standa hér, sagði ég í gær, og fara að tala ákveðna hluti. Ég var að benda á skuldaviðmið og fleira sem voru staðreyndir sem ég fékk frá fjármálastjóra Reykjanesbæjar. Bara staðreyndir varðandi þróun skuldaviðmiðs. Var ég sátt við allt með fjármálin? Alls ekki. Alls ekki. Af hverju eru við að segja að skuldirnar hafi ekki lækkað? Það vegna þess að fyrir 8 árum síðan, þegar að bæjarfulltrúi Friðjón sem hafði hæst, þá gekk hann bæinn og sagði öllum hvernig hægt að skulda 41 milljarð og talaði alltaf samstæðuna. Til þess að gæta allra sanngirni, þá höfum við talað mest samstæðuna alltaf í skuldunum vegna þess að það búið að færa vinstri hægri á milli innan samstæðunar. Þannig að taka bara bæjarsjóð, það bara ekki hægt þegar búið að vera að færa þarna á milli. Maður verður að vera sanngjarn. Og það finnst mér skipta máli að vera sanngjarn og vera með rétta tölur. Í gær, af því að bæjarfulltrúi Friðjón talaði mest mína ræðu í gær, þá óska ég nú eftir að hann horfi á upptökuna og viti hvað ég sagði. Þar nefndi ég að starfsmenn bæjarins 2020 að þeim hefði fjölgað 260. 260 starfsmenn bættust við. Fyrirgefið þið, ég gleymdi að segja það í gær. Ég hefði betur gert það, en ég hef sagt það í sjónvarpi. 260 starfsmenn hafa bæst við eftir að þessi meirihluti, ekki allir, 2 af 3 flokkum, að þá hafa bæst við 260 starfsmenn. Hlutfallslega það meira heldur en fjölgun bæjarbúa. Það höfum við sagt. Af hverju ég ekki að taka inn núna þessi stöðugildi sem við erum að segja að séum 50, vegna þess að við erum ekki með töluna ráðningarstyrkina. Vegna þess að fjármálastjóri Reykjanesbæjar, þegar að viðkomandi gaf okkur upp þennan fjölda með 260 starfsmenn og þessa fjölgun, þá var leiðrétt fyrir ráðningarstyrkjunum. Við hefðum getað gargað hérna 280 starfsmenn því að það voru 20 starfsmennu bætt við. Nei, við erum að tala staðreyndir. Við dróum frá 20 stöðugildi til þess að vera með réttar tölur og reynið að gera lítið úr okkur að við séum að fara ekki með staðreyndir. Það skiptir máli að rétt sé rétt. Ég vil þakka forseta fyrir málefnilega bókun og ég alveg handviss að forsvarsmaður Beinna Leiðar og oddviti Framsóknarflokks hafa haft hendur þar mikið í þeim bókunum því að málefnalega voru þær. Erum við ánægð með alla bókunna? Sjálfsögðu ekki. Auðvitað viljum við að hlutinni verði eins og við viljum að þið séu og hendar okkur. En höldum staðreyndum á hreinu. Verum ekki með þannig fullyrðingar að það sé vera niðurlega aðra eða vera að óska eftir einhversi að biðja einhvern afsökunar á staðreyndatölum. Ég frábið mér þannig málflutning. Takk fyrir þetta, Margrét. Jóhann Friðrik Friðriksson, gerðu svo vel.
Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil nú að segja það að ég sakna þess að hafa ekki haft tækifæri til þess að mæta hérna á bæjarstjórnarfundi í töluverðan tíma og ég saknaði ykkar allra. Ég saknaði þess að takast á í þessari pontu og ég held að heilt yfir hafi þetta nú alltaf verið málefnilegt. Ég hjó eftir því að bæjarfulltrúi Margrét Sanders minntist á það að bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir væri gengin úr Miðflokknum. Hún er auðvitað kosin hérna inn af Miðflokki en ég vil bara láta hana vita það og alla hér að ég fagna því mjög að hún sé komin í annað framboð og held að það sé meira í takt við hennar anda. En að þessum ársreikningi. Ég verð að viðurkenna það að mér brá svolítið þegar ég sá breytinguna á ársreikningnum á milli umræðina. Og við höfum oft rætt það hérna í bæjarstjórn og það geta verið eins og í þessu tilviki eðlilegar skýringar á því. Við getum karpað hér endalaust hvort að menn hafi farið ofarlega þegar lagðar voru fram áætlanir. Ég hef reyndar verið á þeirri skoðun að það sé betra að hafa borð fyrir báru eins og við sjáum í þessum ársreikningi og ég fagna því. Ég nefndi hér í pontu áðan að við værum fljót að gleyma. Þess vegna má ég til með að minnast þessa tíma sem við gengum í gegnum hérna öll saman í COVID, öll bæjarstjórnin, bæjarstjóri, sviðstjórar, starfsmenn sveitarfélagsins. Það var gríðarlega erfiður tími. Ég man eftir því þegar bæjarstjórinn hafði samband við mig og sagði ég ætla rétt að vona það að menn fari fram á það að víkja til hliðar reglum sem gilda fjárhag sveitarfélaga. Ástæðan fyrir því hann bar þetta upp var sú að hann hafði sömu áhyggjur ég og margir bæjarfulltrúar landið allt að fjárhagur sveitarfélagana myndi sturtast niður í þessu COVID ástandi og var nú nóg á okkur lagt að hafa mist fallvá og þess vegna er ég þakklátur fyrir það að það hafi verið haldið þétt utan fjárhag sveitarfélagsins þannig að við höfum haft borð fyrir báru til þess að styðja við atvinnulífið, til þess að styðja við samfélagið okkar á þessum tíma. En nú er bjartara framundan. Og ég held að sé ástæða til þess að nefna það hér. Nú þegar þetta er síðasti bæjarstjórnarfundurinn fyrir kosningar. Að það er áskoranir sem að blasa við, eru sannarlega til staðar, þó að það sé bjartara útlit. Og mér langar að nefna nokkra þætti sem ég held sé mjög mikilvægt fyrir okkur öll að hugsa Í síðustu bæjarstjórnarkosningum var kjörsókn hér í Reykjanesbæ svo lægsta á landinu, 57%. Það er áhyggjuefni. Það er áhyggjuefni fyrir okkur kjörna fulltrúa. Og ég vona það að við tökum höndum saman fyrir þessa kosningar og reynum að tryggja það að fólk mæti á kjörstað til þess að nýta sinn lýðræðislega rétt. Ástæðan fyrir ég segi þetta er það að við upplifum líka hérna í COVID allskyns þætti sem við höfum ekki þurft að glíma við áður. Upplýsingaóreiðu til dæmis. Hluti sem að við höfum talið vera kannski sjálfsagða, nú öryggisþætti. Við glímdum hér við eldgos, nágrannar okkar í Grindavík og við öll þurftum að þola hérna jarðskjálfta í langan tíma. Og ég vil hrósa bæjarstjórnum sérstaklega fyrir að hafa tekið utan þann þátt sem að í mörg ár og kannski í allt og langan tíma hefur verið algjörlega afskiptur hér á svæðinu. Það er mjög mikilvægt að halda hér uppi öflugum almannavörnum, tryggja upplýsingagjöf til íbúa, vera hér með áætlanir sem eru uppfærðar reglulega. Það eru margir sem koma að slíku samstarfi ef slík vá stendur fyrir dyrum og það er ekkit ólíklegt með þessum vísindamenn segja okkur að það verði líf og eldgos og jarðskjálftar hér á Reykjanesi á næstu árum og áratugum. Þetta skiptir okkur bæjarfulltrúa gríðarlega miklu máli og hefur lítil umræða verið þetta hér í bæjarstjórn. Sameining sveitarfélaga
sem betur fer, þá sjáum við það að sveitarfélögin eru farin að taka alvarlega þeirri staðreynd að það er erfitt fyrir sveitarfélögin að halda uppi lögbundinni þjónustu víðast hvar um landið. Ég hef verið á þeirri skoðun sem bæjarfulltrúi lengi að við eigum að huga að þessum þætti og við eigum að stefna því að sameina sveitarfélögin á Suðurnesjum. Við eigum ekkert að hlaupa til, það þarf að eiga samráð við íbúa og skoða hlutina frá öllum hliðum. Ég held að þetta sé meðal annars áskoranir sem að liggja fyrir í framtíðinni og ekkert ólíklegt að svo bæjarstjórn sem kemur til með að taka hér við verði þeirri stöðu að geta haldið kosningar sameiningar. Ég vona það svo sannarlega. Nú virðulegi forseti, ef ég fer hérna stuttlega yfir svona þessa þætti sem hafa sameinað okkur og mér finnst hafa tekist vel til hér á undanförnum 4 árum, þá vill ég þetta fyrst nefna stefnu Reykjanesbæjar sem allir bæjarfulltrúar samþykktu hér 11.0. Já, gríðarlega góð vinna leita bæjarstjóra með reglulegum fundum og ég er mjög stoltur af þessari stefnu. Það er mikill samhljómur í þessari stefnu og ég heyri það núna í þeim stefnumálum sem verið að setja fram fyrir þessar kosningar að það eru mjög margir á sömu blaðsögunni þar og ég held að þessi bæjarstjórn hafi einmitt lagt grunninn að því. Og vissulega getum við tekist á það hvort við hefum átt að lækka álagningarstuðul meira. Það var umræða hér á fundi í gær krónutölur, prósentur. En hann var þó lækkaður og það skiptir máli og við eigum að halda áfram í þá átt. Við eigum að reyna að hafa balans, ef ég má sletta, herra forseti, á milli þeirra þjónustu sem við þurfum að veita og þeirra álögu sem við setjum á bæjarbúa. Þetta skiptir máli. Nú, önnur stór mál sem að sannarlega kostuðu líka peninga voru endurskipulagning velferðarsviðs, þar sem að bætt var við starfsfólki. Og sannarlega hér í upphafi kjörtímabils settum við hér á laggirnar fyrsta lýðheilsuráð sveitarfélags á Íslandi. Ég er mjög stoltur af því. Samstarf mitt við þá sem að sitja í því ráði og við bæjarstjórn, þetta er fyrirmyndar. Og þar má helst nefna lýðheilsustefnu sem var samþykkt hér einróma. Nú fræðslumálun okkar. Einn mikilvægasti málaflokkur sveitarfélagsins. Lögbundin þjónustu að halda hér upp menntun fyrir börn og unglinga. Skiptir vissulega mjög miklu máli. Og með þeirri fjölgun sem við sjáum hér ár frá ári er alveg ljóst að svo bæjarstjórn sem hér tekur við mun þurfa að hafa fræðslumálun okkar mjög ofarlega á baugi. Ekki bara varðandi innviðina, skólana og aðbúnaðinn, heldur ekki síst kennarana. Því miður glímum við ennþá við það að við erum með of lágt hlutfall í okkar skólum og þá sérstaklega í leikskólum að menntuðu starfsfólki. En þessi bæjarstjórn hefur sannarlega látið sér það varða og gert sitt í að bæta starfsaðstæður í skólum og það er vel. Okkur var tíðrætt hér bæjarfulltrúum íþróttamálin sem að nota bene eru ekki lögbundin þjónusta en afskaplega mikilvægur þáttur í samfélaginu sem við búum í. Forvarnargildið þeirra er ótvírætt, það þarf ekki að ræða þannig frekar og það myndi komið verulega óvart ef að mín ástkæru íþróttafélög Keflavík og Njarðvík myndi allt í henni pakki vörn á einhverjum tímapunkti og segja nei, við viljum engan meiri stuðning frá sveitarfélaginu. Ég held að það eru nú endalókin af þeim ágætu félögum. Þau eru í sókn og þau eiga að vera í sókn og þau eiga að sækja fé, ekki bara til opinberra aðila, heldur líka til fyrirtækja á svæðinu. Þau eru að starfrækja gríðarlega mikilvægt starf
og nánast allt í sjálfboðavinnu og þeim verður sú vinna aldrei full þokkuð. En við getum gert betur og við höfum gert betur á þessu kjörtímabili. Við sögðum í okkar málefnasamningi hér í upphafi kjörtímabils að við ætlum að forgangsraða til velferðar í sveitarfélaginu. Ég held að það hafi tekist. Ég er afskaplega stoltur af því. Þýðir það að sú vegferð að henni ljúki hér? Alls ekki. Alls ekki. Ég er sannfærður það er hægt að gera betur. Ungmennaráð ræddi hér barnvænt samfélag sem að meðal annars var farið í á kjörtímabilinu. Fátt er mikilvægara heldur en börnin okkar. Það sem að felst í barnvænu samfélagi aftur á móti er svo miklu yfirgripsmeira heldur en við gerum okkur kannski grein fyrir. Það sem felst í því er að setja fjármagn, orku og kannski fyrst og fremst samvinnu í það að koma í veg fyrir að börnin okkar á einhvern hátt fari á mis við það að þroskast og dafna og mennta sig. Og barnvænt samfélag er einmitt að setja barnið í fyrsta sæti. Og sveitarfélagið og eftir að þurfa að gera mjög margt til þess að uppfylla þær kröfur sem þar koma fram. Og sveitarfélag og ríki hér á landi einnig. Að lokum langar mig að segja þetta, herra forseti. Sá vinskapur sem að hefur vaxið og dafnað hérna, svo ég horfi nú bara í eigin barm, frá því að ég tók þátt í því að bjóða mig fram fyrir 4 árum síðan og koma hér inn í bæjarstjórn. Hann er mér mjög mikilvægur. Ekki síst við starfsmenn sveitarfélagsins sem ég þekkti lítið á þeim tíma. Þetta er framúrskarandi fólk. Bæjarstjóri og bæjarstjórn getur verið stolt á undanförnum 4 árum og við getum verið stolt af því að búa í samfélagi, í sveitarfélagi eins og kom hér fram á fundinum í gær, ég hljómaði höll í salnum hérna við hliðina, búa í sveitarfélagi sem er eftirsóknarvert. Ég vinn núna á höfuðborgarsvæðinu og sit á Alþingi Íslendinga. Og enn þann dag í dag heyri ég utan að mér umræðu sem við þekkjum öll. Umræðun það að Reykjanesbær eða Keflavík eða Njarðvík eða Suðurnesin sé einhvers konar olnbogabarn. Enn þann dag í dag. En umræðan er að snúast við. Við sjáum birtingarmyndir þess á margan hátt. Við sjáum það í fyrirtækjum sem hingað er að flytja. Við sjáum það í íbúðum sem hingað er að flytja og vert að nefna það að það var meiri fólksfjölgun á Suðurnesjum og Suðurlandi utan að landi heldur en á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta skipti í fyrra. Það þýðir það að höfuðborgin, aðdráttarafli til höfuðborgarinnar er að minnka. Og af hverju er það? Það er vegna þess að sveitarfélögin í kringum höfuðborgina er að standa sig vel. Fólk horfir til Reykjanesbæjar þar sem að skólarnir eru góðir, haldið er þétt utan um fjármálin, íþróttastarfi blómstrar og menningin og hver vill ekki búa í slíku samfélagi. Því fólki eftir að fara fjölgandi á næstu árum og við þurfum að vera tilbúin til að mæta þeirri áskorun sem felst í þeirri fjölgun. Nú, að lokum vil ég kannski minna á það sem að mestu máli kannski skiptir hér. Og það er þetta starf sem við sinnum hér bæjarfulltrúar. Það var gerð hér skýrsla ekki alls fyrir löngu og kom út held ég bara fyrir 2-3 vikum síðan starfsumhverfi kjörinna fulltrúa sem var samband íslenska sveitarfélaga gerði. Og við sjáum mikla endurnýjun enn á ný í sveitarstjórnum. Ég hvet þá bæjarstjórn sem hér tekur við eftir 14. maí að huga vel að starfsumhverfi kjörinna fulltrúa. Þetta er flókið og veigamikið starf, mjög ábyrgðarmikið starf. Ég er stoltur að hafa verið að sinna því undanfarin 4 ár, en við þurfum að tryggja það að aðbúnaður kjörinna fulltrúa sé þannig. Þeir geta komist yfir þau verkefni sem þeir þurfa að sinna
séu vel upplýstir þau mál sem að hér koma fyrir bæjarstjórn til þess að taka góðar ákvarðanir. Og Róbert Ragnarsson sem var nú bæjarstjóri hér í Grindavík og hefur verið ráðgjafi langt skeið, sagði á eftirminnilegum fundi sem ég sat með bæjarstjóri á sínu tíma, hlutverk kjörinna fulltrúa að taka bestu mögulegu ákvarðanir út frá bestu mögulegu upplýsingum. Og ég held að það sé mjög mikið til í þessu. Því betur sem upplýsingarnar eru og því betur sem bæjarfulltrúar eru upplýstir og okkar fólk í nefndum og ráðum, því betri ákvörðun verður tekin hér í bæjarstjórn. Og ég hvet okkur til dáða að horfa til framtíðar. Við getum verið stolt af því kjörtímabili sem að klárast. Ég vænti þess að geta komið hér á minn síðasta bæjarstjórnarfund í lok þessa mánaðar. Hvet bæjarbúa og ykkur kjörna fulltrúa til þess að hvetja fólk til þess að mæta á kjörstað. Ég held að skipti gríðarlega miklu máli. Og lokum vil ég þakka bæjarstjóra og starfsmönnum fyrir vinnuna í kringum ársreikningin, en ekki bara ársreikningin, heldur vinnuna á því kjörtímabili sem að líða. Það verður ómetanlegt, það traust sem hefur ríkt á milli starfsmanna, bæjarstjóra og bæjarstjórnar, algjörlega til fyrirmyndar, og ég vona að svo bæjarstjórn sem að tekur við hér eftir kosningar haldi þeirri góðu vinnu áfram. Takk fyrir þetta, Jóhann. Ég ætla aðeins að fá að segja svona í lokin að nú maður að stíga upp úr þessum stól og fara að halda sér vennu verkefni. Og auðvitað maður að hugsa þetta og síðasta kjörtímabil sem einhverja heild, þar sem að það framboð sem ég hef tilheyrt hefur setið í meirihluta frá 2014 og verið að velta fyrir sér er einhver árangur, hefur þetta skilað einhverju. Og ég held að ég geti bara svara því játandi að þær breytingar sem hafa átt að samfélaginu okkar, þær hafa margar hverjar verið til góðs þó að okkur hafi ekki tekist í öllum tilfellum eins vel og við vildum. Það er margt sem býður okkar og sem betur fer kannski. Vonandi verður næsta bæjarstjórn ekki verkefnalaus. Hún hlýtur að finna sér ný verkefni til þess að sinna. Mér langar aðeins að nefna bara nokkur atriði því að hér er verið að tala um skuldir og skuldalækkun eða ekki skuldalækkun. Og vissulega er það rétt hjá bæjarfulltrúa Margréti Sandes að það er samstaðan sem gildir þegar að vera að skoða skuldaviðmiðið sem slíkt. Eftirlitsnefndin horfir á samstæðu og til að gæta allra sanngirni þar, já, þá er hún þarna skuldir, eins og bæjarfulltrúi Baldur nefndi, 40 upp í 45, já. En það kom líka fram að HS Veitur hafa á þessum tíma fjárfest og skuldsett sig fyrir 7 milljarða af þessum 45 og þá spyrum maður, þá stendur eftir hvað? 38 milljarðar. Og auðvitað fóru út úr samstæðinu ákveðnir fjármunir sem fóru svo inn í bæjarsjóð, sem er auðvitað bara tilfærsla á skuldum frá Reykjaneshöfn yfir í bæjarsjóðinn og það auðvitað hefur áhrif á samstæðuna í endan en hefur haft verulega íþykjandi áhrif á bæjarsjóðinn sem slíkan og þegar við tölum skuldir sem eru 27 milljarðar, ef við skoðum þá Reykjaneshöfnina sem slíka sem að var á þessum tíma með neikvætt í eigið fé alltaf hafi ekki verið upp undir 5 milljarðar, 4,1 milljarðar. Til viðbótar af einhverja 7,1, tæplega 8 milljarða í skuld. Þannig var nú bara staða Reykjanesbæjar og
við bárum ábyrgð á þessu, á staða Reykjaneshafnar. Við bárum ábyrgð á þessu. Og með einhverju ráðum var það, sko, var verið að vinna að því að bjarga höfninni frá gjaldþroti sem að við þurftum að bera vegna ábyrgðar okkar á höfninni. Við komumst ekki hjá því. Niðurstaðan var sú að við skiptum á landi, lóðum og borguðum fyrir það með eigið fé sem við höfum annars geta nýtt í að borga niður skuldir. Við borum á 4 milljarða. Og við tókum líka lán upp á 3,4 til þess að hjálpa höfninni. Þetta er einhver samanlagður stuðningur við höfnina upp á 8 milljarða, það er rúma 8 milljarða. Og ef við drögum 8 milljarða frá 27, hvað stendur þá eftir? Hvað stendur eftir 19? Þetta getur við leikið okkur með þessa tölu, sjá því. Og það er bara rétt að tilfærsla og samstæður í bæjarsjóð, hún getur haft svona áhrif. En þarna erum við bara að horfa að þetta var svo veruleiki sem við þurftum að takast á við. Það var björgun á höfninni og það er bara íþykjandi fyrir bæjarbúa vegna þess að við þurftum að taka það inn í bæjarsjóð og gátum þar að leiðandi ekki verið að veita þjónustu fyrir þessa milljarða sem þurfti að fara í að greiða niður skuldir hafnarinnar. Þannig að þetta er svona, við getum verið svona í einhverjum svona leikumi með þetta en mér langaði bara að henda þessu hérna inn. En mér langaði kannski bara að lokum að því að það er verið að tala um að sko laun eru að aukast. Já, vissulega eru launagreiðslur að aukast í sveitarfélaginu. Og ég nefndi á síðasta fundi 60% af allri innkomu okkar fer í laun. 2014 var launagreiðsla bara 47% og svo pluss lífeyrisskuldbindingar. Þannig að þetta bankaði rétt í 50%. Í dag er þetta 60%. Er það vegna þess að við erum að ráða til svo mikið af fólki kringu bæjarstjóra eða er þetta vegna þess að það er verið að auka þjónustuna í sveitarfélaginu? Það er verið að fjölga úrræðum fyrir börn í skólum og leikskólum og þetta er bara, þetta flæðir yfir öll sveitarfélagin. Það er öll sveitarfélag að glíma við þetta sama. Launagreiðslur allra sveitarfélaga er að sama. Sveitarfélög hafa verið að greiða tiltölulega lág laun í gegnum tíðina, svo kemur svona krónutöluhækkun eins og átti sér stað síðast. Það bara vigtar inn í reikninginu á sveitarfélagunum, verulega. Og það er búið að vara við þessu að þetta sé þróunin. Hvernig við snúum þessu við, ég veit það ekki. Það verður verkefni nýrrar sveitarstjórnar að takast á við. Ég vil bara nefna eina tölu. Við notum 8, 10 og 9% af útsvarin okkar í að borga laun. 8, 10 og 9%. Þið hafið þá bara 11% af útsvari í eitthvað annað. Til viðbótar er svo jöfnunarsjóður sveitarfélaga og fasteignaskattar. Þetta er ráðstöfunin sem að þið hafið og við höfum. Þegar 90% af útsvarsgreiðslum er farið í að fara í laun. Bara gerið ykkur grein fyrir hversu mikið svigrúmið er til að gera aðra hluti. Þannig að það þarf að fara varlega og það þarf að vanda sig. Þetta er bara kannski mín hvatning til ykkar í því sem ætla að halda áfram að þarf að vinna á þessu. Ég skal reyna eins og ég get á þeim vettvangi sem ég hef komin á að horfa á tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Það er eitthvað sem þarf að laga. Við erum með einhvern jöfnunarsjóð sem er á að vera eitthvað tæki til að hjálpa upp á þetta en það þarf að fara í endurskoðun á þessum hlutum. Tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga. Það er bara stóra verkefni á næstunni. Hvernig með það er farið? Að ríkið sé alltaf að skammt okkur bara, já þið fáið bara þetta og ekkert meira. Og svo ræðst sko framlagið í jöfnunarsjóði eftir framgangi ríkissjóðs. Ef það gengur illa í ríkissjóð, þá bara minnka framlagið í jöfnunarsjóð. Það getur ekkert sveitarfélag verið háð því. Þannig að það þarf að tryggja tekjustofna sveitarfélagana til framtíðar. Ég tala nú ekki um það þegar launakostnaður hefur aukist bara á þessum tíma frá 2014 til 2022 úr því að vera 50% í það að vera 60%. Sjáu þið bara hvað er búið að taka af ykkur sem að þið hafi, eða við höfum til þess að ráðstafa í þjónustu. En þetta eru vangaveltur sem að bara gott er að hafa í huga. Mér langar líka kannski að nefna, það vilja allir gera vel í leikskólamálunum. Það vilja allir helst að börn komist inn á leikskóla 1 árs. En staðan er bara þessi, ef öll börn í Reykjanesbæ kæmust inn á leikskóla 1 árs,
þá þyrftum við að byggja svona 3 nýja leikskóla. Og það kostar frá bilinu 600 til miljard að byggja 1 leikskóla. Það sjáðu þið. Þá vorum við að tala um svona 1800 milljónir til 3 milljarða að byggja 3 leikskóla. Eftir í hvað eru fínir og flottir. Svo kostar 200-300 milljónir að reka hvern leikskóla. Sjáðu þið. Þannig að þið myndu, ef þetta verður samþykkt á næsta kjörtímabili, vera að bæta viðbóta kostnaði upp á svona 600-800 milljónir í rekstur og síðan einhverja fjárfestingu upp á þetta. 1,5-2 milljarða, 3 milljarða kannski. Þannig að það vilja allir gera vel en það þarf að vanda sig. Þetta er ekki verkefni sem er bara svona. Pössum okkur á að lofa ekki á miklu því að við fáum það bara í hausinn aftur. Reynum bara, þess vegna hefur kannski, það er enginn að stæra sig á því að áætla tekjur varlega. Það er bara betra að hafa borð fyrir báru þegar kemur að því að þurfa að sinna íbúum. Þegar við fáum til dæmis í hausinn, eða þurfum að fara að þjónusta veik börn í samfélaginu okkar, fötluðu börnin okkar, þá þurfum við að eiga peninga til þess. Þetta er bara, bæjarsjóður er bara 1 sjóður. Þannig að við þurfum að passa okkur á því hvernig við förum með fjármunina. Og ég bara sammála þeim sem segja að við þurfum að fara varlega í þessu. Það er bara ekki nóg að ráða bara endalaust fólk, við þurfum að eiga peninga fyrir því. En á sama tíma megum við þá heldur ekki vera að lofa einhverju. En eins og ég sagði áðan og að reikningurinn núna þráttur að hafa afkoma sér neikvæð, þegar ég horfi á síðustu 3 ár frá því að Vá féll og COVID skall á, þá held ég að við getum verið stolt af því að við fórum ekki á hliðina. Við fórum ekki á hliðina og þeir sem eru núna að taka við skútunni í framhaldinu, hvort sem að það verður sami meirihluti eða einhver annar, þau þurfi ekki að byrja á því að gera eins og við þurftum að gera 2014, að velta því fyrir okkur hvernig við ætlum að borga launinu næstu mánaðamót. Staðan er breytt og það er mörgu að þakka og við erum bara þakklátt fyrir það að hlutinni ganga betur nú heldur en ég gengu áður. En ekki meira frá mér. Gunnar Þórhallsson gerir svo. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri, gestir. Mig langaði að koma hérna upp og aðeins og fara yfir það sem að snýra mér. Ég er að hætta núna í þessu rölti, stjórnmálum. Það eru 12 ár síðan ég byrjaði í þessu og hef reyndar haft mjög gaman að því en það hefur auðvitað blásið á móti stundum og það er bara ágætt. Ég hef verið þeirrar gerðar að ég hef þurft að fara á móti vindunum stundum og berst áfram á móti honum og mér þykir það gaman. Af því að menn er að tala hér rekstur bæjarins, þá er það náttúrulega bara mikilvægast að hér sé öflugt atvinnulíf og það hefur verið það í gegnum tíðina. Á því hefum við í raun og veru lifað og verið sterk miðað við mörg önnur sveitarfélög. Við stöndum núna að vissu leyti í þeim sporum að við þurfum að efla okkur enn meira á þessu sviði. Okkur vantar fleiri fyrirtæki sem að borga góð laun. Það er alveg lykilatriði. Hér hafa íbúarnir í rauninni fengið svona sæmilega þjónustu valla meira. Mér finnst við hafa ekki staðið nógu vel að stuðla að því að íþróttir væru svona öflugri og önnur mál verið brýn finnst mér aðallega í kringum unga fólkið. En reynda líka að hlúa að eldra fólkinu sem að auðvitað hafa ekki aðra tekjur heldur en lífeyri sem að
dugar kannski ekki alltaf. En þetta hefur verið áhugaverður tími, gaman að fást við þetta, auðvitað misjafn eins og gengur. Ég ætla svo sem ekkert að fara að rifja neitt upp það sem að gerst hefur á mínu ferli, það er óþarfi. En við bara þakka fyrir að fá að hafa fengið þetta tækifæri. Takk fyrir það, Gunnar. Mér sýnist að umræðan sé komin að leiðarlokum og ég legg þá til þennan reikning til afgreiðslu. Þeir sem samþykkt geta ársreikning Reykjanesbæjar fyrir árið 2021 er beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur 11-0. Við erum þá komin að leiðarlokum á þessum fundi, ágætu bæjarfulltrúar, og fundargerðin verður yfirfarin að lokinni þessari umræðu. Að sjálfsögðu, ég skal heimila þér það. En ég, já, og verður síðan samþykktur rafrænt í framhaldinu. En endurskoðandi sveitarfélagsins hefur óskað eftir að fá að taka til máls og við verðum að sjálfsögðu við þeirri búin. Gjörðu svo vel. Forseti fundarmenn, ég er ekki í framboði, ég er að kveðja. Ég ætla að þakka bara fyrir frábært samstarf starfsfólki, Kjartani og Regínu. Nú við minnumst Ásbjörns, það var gott að leita til hans í alls konar fasteignapælingu. Ég ætla ekki að rifja neitt upp hérna, enga svona nostalgíu, en það var miklu auðveldara að skrifa undir ársreikningi núna heldur en þegar við komum fyrst fyrir 5 árum síðan, eða 6, afsakið. En ég við þökkum bara kærlega fyrir okkur. Nú þið vitið hvar við erum, ef ykkur vantar ykkur aðstoð, en við óskum ykkur bara velfarnar í því sem það er að gera, en árangurinn hefur verið vel merkjanlegur, svo það sé ekki annað sagt. Takk. Takk fyrir þetta og þakkir til ykkar sömuleiðis fyrir velinni störfi þá og sveitarfélagsins. Ég vil kannski að lokum ágætu bæjarfulltrúar minna á það að við eigum einn bæjarstjórnarfund eftir og fyrir þá sem eru að ljúka störfum í bæjarstjórninni þá hefur sá háttur tíðkast að þeim verður gefinn kostur á að fá að taka til máls að ólokinni dagskrá á næsta fundi fá að segja nokkur orð í kveðjuskyni. Þannig að þið eru þá meðvituð um það að ef þið viljið undirbúa ykkur eitthvað fyrir það að þá verður það sérstakur liður á dagskrá á næsta bæjarstjórnarfundi. Að öðru leyti þá þakka ég bara fundinn og segi þessum fundi slitið. Heyrðu, bæjarfulltrúar, við ætlum að taka mynd núna. Oddgeir er kominn.